Já, komið heil og sæl og við velkomin að tækinu. Já, verið sæl. Kallaði sem að heilsa ykkur í þetta skiptið. Á fössar. Það þessari já, þegar við tökum upp og Landstekur framöndan. já, og bara gýr, Já. frábær gestur og stemning einhvern veginn. Já, Að taka upp þátt númer 261 eða 2 eða eitthvað. Það sem 61, skiptir já. ekki alveg öllu máli. næ, Um, ekki okkar fyrsta ródíó. það sem eins og skiptir máli að þú velji vel þegar að kemur að fastegn. Rétt. Og það fátt leiðilegra en að vafra inn á einhverjum heimasíðum, hvort sem það ekki, ég hef ekkert á móti vísi per se eða MBL, sko. En Þú frábæra vilt síður. bara hafa þetta í appin. Rétt. Þú vilt bara vera með þetta í vakt og fá tilkynningu þegar þín eign sem að þér líst vel á í flottu hverfi eða á einhverjum verði, þá farið bara ping, Já, herðu, Klárt. eign í eignavaktinni. og kannski besta triksu við þetta finnst mér að ef þú vaktar líka bara eignir í götuliðinni, þá sérðu líka bara á hvað verði eignin er að fara. Þannig að þá getur við vita sirka hvað verði og eigninni þinni sko. Það er akkurat það og það eru Homer. Já. Homer appið sem að að fara upp í þessa briljant nýsköpun. Þökkum þeim kærlega fyrir það og þeir eru einnig að stefi bakið á þetta kvöldsins en gestur okkar er Ólafur Darri Ólafsson, leikari, kvikmyndaframleiðandi og handritshöfundur. Vertu hjartanlega velkomin. Takk hérlega. Hvernig liggur á þér, Ólafur? Á maður kallaði Darri eða? Já, ég kalli mig bara Darra. Ok, skal Það gera er nú það. svona það sem flestir kalla mig. Já. Var það fyrir að þú varst frægur í útlöndum? Það hefur alltaf verið þannig? Já, það er alltaf verið þannig. Pappi, ég er alltaf Ólafsson. Já. Þannig að pappi er alltaf kallaður, mjög kallaður Óli. Ég hef aldrei verið kallaður Óli. Næ, Eða, þú veist, ekki nema fólk segir reyna að taka mig niður eða eitthvað. já. En Gaman að fá þig, Óli. og nei, bara í rauninni bara, og þegar ég náttúrulega er ungur, þá er mjög fáir Darrar. Já. En þetta var bara rosa fínt nafn, af því að það bara fór ekkert framjá neinum hver þessi Darri væri sem fólk var að tala. Já. Sko, það er eitt sem ég langar strax að spyrja það, þú ert þetta mættur í eitt skemmtilegasta podcast landsins og við erum alveg hlutlausir. Þér finnst ekki droslega skemmtilegt að vera opinber persóna, er það rétt skilja? Þú færir svona viðtöl. Já, mér finnst það ekki skemmtilegt. Takk fyrir að koma. Eða, þú veist, það er ekki alveg satt. Þú veist, kannski það sem ég finnst erfitt er að ég er svona frekar, sko, mikill introvert, þá, þú veist, ég get alveg glimt mér í svona nördaspjalli, Ok. skilur. Þannig mér hefur stótt gaman að tala sko leiklist eða eitthvað svona rosalega og miklu dýpi, en það er aðalega svona, þú veist, þegar ég þarf að vera óbúslega léttur og skemmtilegur sem að mér finnst erfiðara. Já, ok. Og að tala svona hluti sem að skipta mig litlu máli eða mér finnst til að svona ekkert rosalega merkilegir eða ákveðin hljóma leiðilegur. Nei, alls ekki. Já, í rauninni, þú veist, eins og nýju plötuna hennar Taylor Swift, skilur, ég get ekki til dæmis rætt hana í einhverju mikil dýft. Nei, einmitt, já. En það er klálega aðrir sem geta gert það og ég held að þetta fá þá í þetta líka. Klárt. Segðu okkur, sko, núna eftir á Íslandi, hvernig er árið skipt núna? Nú ertu mikið að leika erlendis, hvað ertu mikið á Íslandi samborðið erlendis, svona cirka? Þetta árið er búið að vera óvinur slæmt. Ok. Ég er búin að vera meira en helming ársins erlendis og ég á ennþá eftir rúman mánuð. En ég held ég hafi talið ekkert að fyrir mánuð síðan að þá var ég búið með 165 daga erlendis. Ég byrjaði í Lettlandi þar sem ég var að gera bíómynd, þar sem ég var í 50 daga. Já. Það var mjög fyndið að tjekka sér á hótel. Það er mjög áhugavert að tjekka sér á hótel þegar manneskinn segir, já, heyrðu, þú ert með okkur næstu 37 nætturnar. Jú, passar. Og ég var í Lettlandi sérst frá janúar og fram í mars og svo fór ég til Budapest, var þar frá maí og eiginlega fram í miðjan september að gera sjónvarpsseríu og nú er ég að gera bíómynd í Finnlandi og Þýskalandi. Ok, geðveikt. Framandi staðir. Já, það er búið skemmtilegt, sko. Já. Ég hef svo sem áður verið í Budapest. Það er frábær borg. Mjög skemmtilegt að vera þar. Ég hef aldrei verið þar sumar áður. Það var mjög huggulegt sumar og það var bara kósí, sko. Já. Svona, ef maður tekur þá út að maður saknar fjölskyldunar og annað. En það var bara, þú veist, þetta er búið að vera frábært ár, ekki miskilja mig. Ég er mjög glaður. Búin að vera skemmtileg verkefni og
og allt það, en ég bara orðinn svolítið lúinn, ég finn að ég svolítið lúinn að vera erlendis, mér langar að vera meira bara með fjölskyldinu og hitta vini mína og vera ekki alltaf, ég alltaf að lendi að einhver segir, heyrðu, aldrei fóð 50 samvæl mitt og ég bara, ég akkurat að fara út á morgun, skilu, þannig að ég svolítið búin að missa af öllu á þessu ári. Ljósu enda gangana eftir að sjá eitthvað tímann bráðum að muni hafa aðeins rólega? Já, þú veist, það hefur líka haft áhrif að ég að skrifa mína fyrstu sjónvarserju, sem heitir Stóri bróðir, byggð á bók eftir Skúla Sigurðsson og þannig að það kannski hluta til jákvætt að þegar eins og ég var í Budapest, þá var ég í rauninni í tökum sumardaga og aðra daga var ég bara á hótelinu að skrifa. Þannig að það hefur nýst mér ágætlega. En já, ég kláraði þessa bíómynd sem ég að gera 20. nóvember og þá ætla ég að taka mér svona frí fram yfir áramót og þegar ég segi frí, þá meina ég bara frí frá tökum en held áfram að gera hinar 8 vinnundar sem ég að vinna. Já, klart. Já, það ljóst að þú með nóg fyrir stefni og mér langar að koma þessi aftur og eftir inn á það sem búin að vera að vinna upp á síðkastið. En við erum smá fórsögur. Já, ég baði að segja bara hana ekki off-air. Ég vildi heyra hana bara on-air. Nei, Akkur hefur farið í matabóð hjá Darra? Já, það var nú alls skemmtilegt, sko. Það var með búið í sunnudagssteikina. Wow. Þetta var með eiginlegri sunnudagssteikum sem ég hef fengið. Þetta var heilgrilla lamb á teini. Ég var bara aldrei séð svona. Kokkur á staðnum og Jón Gnarr var hérna og Rein Wilson og ég veit ekki hverjir sko. Af hverju varst þú þarna? Já, þetta er frábær spurning. Ég skil að þeir voru Já. Nei, ég held sér að vera með rétt máldari að Rein Wilson var að framlega þætti sem heita Geography of Happiness. Já, Bliss. Já, akkurat. Þar sem að hann var að kanna svona ýmsa þætti hamingjunar og okkur í Ísland væri hamingjusamt og það var mamma með smá hlutverk þar með sjósunnsnámskeið og annað. Þetta var svakalega flott veisla. Þetta var mjög skemmtilegt sko. Ragnar Freyr Ingvarsson eldaði fyrir okkur. Já, stjörnukokkur. Nei, læknin í eldhúsinu og þetta var bara æðislegt dagur. Það var mjög gaman að ég og Rein erum ágætis vinir. Við kynntumst þegar við vorum að gera myndina Meg á Nýja-Sjálandi og einhvern veginn varð vel til vina og höfum síðan þá oft hist og hann elskar Ísland og hefur komið hérna nokkuð og þannig að þegar ég frétti að hann var að fara að gera þátt þá bara sagði ég, vildi ég ekki bara halda veislu og kemur og það var bara frábært. Reimur sem nágranni minn akkurat var með tónlist, spilaði lag og þetta var æðislegt. Þetta var nefnilega æðislegt. Þetta var mjög gaman. Er þetta svona alla 5 daga? Get ekki sagt það væri of mikið fyrir þetta introvert. Mjög skemmtilegt og já, bara takk fyrir mig. Já, bara verður þetta góð. Takk fyrir að koma. Svo var þetta að setja okkur vefjur og þetta var bara fáránlega ljúffengt. Þetta var æðislegt. Sko og Ragnar Freyr á heiðuna, þess að ég að segja þetta var æðislegt. Já, ég gerir stórkostlega. Sko, okkur langar kannski aðeins að við ætlum að reyna að hafa þetta skemmtilega nótunum og léttu nótunum að því að við erum svo skemmtilega. Endilega, við vorum akkurat að koma þér hreint, ég er mjög góður í því. En mér langar fyrst að senda með respekt á systur mína sem er a huge fan of Darri, eins og við reyndar, en hún er á kafi í veiklistinni og hjálpaði okkur heldur betur með handritskrif fyrir þennan þátt. Sko, hún á fyrst spurninguna sem nú er þú búin að landa alls konar hlutverkum fyrir utan landsteinina en samt ertu alltaf í hömbul í viðtölum. Er þetta eitthvað sem þú ert meðvitaður um? Sko, þetta er mér, já, að einhverju leyti, mér finnst bara að maður eigi að vera auðmjúkur. Ég hef bara kynnst og sé svo mikið af fólki sem hefur mikið af hæfileikum og ég lendir bara í að vera, ekki á réttum stað á réttum tíma. Og það finnst mér algjör glóra að halda ástæða fyrir það sem ég sé bara að því að ég er svo frábær. Ég gerir mér alveg fyllilega grein fyrir bara bæði að því að ég hef sjálfur orðið fyrir því að þú mætir og þú leggur hart að þér og þú undirbýrði vel og þú gerir allt sem átt að gera og kemur á réttum tíma. En svo ertu bara rosa mikið upp á bara almennilega annars fólks komin upp á að fá tækifæri og annað og eins og ég segi, ég hef
sé það líka bara hinum við borðið að þegar að til dæmis að vera að velja leikar í hlutverk og annað, þá það minnstu og ómerkilegustu hlutir sem að geta ráðið því að einn fær hlutverki en ekki annar. Ok. Því miður, það bara þannig. Og mér finnst bara, og hefur alltaf fundist að, þú veist, ég mjög þakkláttur fyrir það að hafa fengið að gera eitthvað sem að ég elska. Ég fæ að vinna við það. Ég hef alltaf haft í mig og á af vinnunni minni og ég hef fengið að stíga á miklu stærra svið heldur en ég hefði nokkuð tímann geta látið mig dreymum og mér finnst það ekki sjálfsagt og mér finnst ágætt að maður, þú veist, lífið minni mann alltaf öðru hverju á. Þú veist, kannski ég satt þess að sögja á, ég ætla bara að segja hana, þetta er svo gott dæmi, sko. Það alltaf öðru hverju sem lífið minni mann á að maður má vera þakklátur og að maður þú veist, maður má ekki einhvern veginn, ég allavega, mér finnst ekki að maður megi einhvern veginn fara að trúa wow, hey, ég er bara bestur í heimi. Ég er orðinn kóngurinn. Ég þarf ekki að gera meira. Og það eru mörg góð dæmi um það. Okay. Ég til dæmis, Cristiano Ronaldo var fótboltamaður sem ég þoldi aldrei. Okay. Ekki fyrir en hann fór að fatta að með því að spila með liðinu, þá varð hann betri. Og ég meina besta dæmi er þegar Ronaldo munið að hann meiddist í undanúrslitaleik. Já, Evrópumótinu EM 2016 og hann var á hliðarlínunni algjörlega brjálaður að styðja strákana áfram og þetta var ekki gamli Ronaldo sem var alltaf í einhverju vesinni og alltaf á mótöllum, alltaf einhvern veginn í andstöðu við alla. Mér finnst þetta, þú veist, þetta er gott dæmi um eitthvað að það rennur upp fyrir þér að já, ég get alveg verið frábær í fótbolta en ég með 10 öðrum í liði og ef að ég er frábær fyrir mig og þá verði ég bara betri og betri. Það bara þannig. Og leiklistin þannig líka. Og eiginlega nánast öll listsköpun, auðvitað ekki listsköpun þar sem að menn eru einir að skrifa bækur, oft eru menn einir eða mála málverk, en í öllum svona hópi íþróttum leiklistarinnar og listarinnar að þá finnst mér gott að maður muni þetta og saga sem ég ætla að segja ykkur að þegar ég gerði Walter Mitty með Ben Stiller leikstýri að þá var mér boðið að koma með konunni minni í Kennedy Center í New York og á frumsýningu myndarinnar og það var náttúrulega bara algjört ævintýri af því að ég hafði eiginlega bara hitt Ben en þarna náttúrulega, og Ben og Kristín Vík hitti ég á Íslandi en þarna voru náttúrulega Sean Penn og Patton Oswalt og þú veist bara allt þetta frábæra fólk sem leikur í myndinni Shirley MacLaine og bara, þú veist, æðislegt og svo eftir að myndir búin þá förum við inn og neyjum okkur og Ben fyrir inn og heldur ræðu og kallar okkur fram og auðvitað, þú veist, ég þarna og Ben að halda ræðu fyrir fram að fylgta fólki, hann gleymir mér og hann búin að kynna inn, þú veist, Patton Oswalt og búin að kynna inn, þú veist, Katrín Hann og þú veist, bara fullt af fólki og þá bara rennur upp fyrir honum, þetta alveg hilarious. Svo kallar hann inn Sean Penn, svo kallar hann bara, já, svo Ólafur Darri Ólafsson og ég lappinn og stend á milli Sean Penn og svo kemur Kristinn Vík og hann kemur og það, þú veist, það var svo augljóst að hann glemdi mér. Það var svo frábært að hann glemdi mér. Góð jarðtenging. Já, þú veist, þetta finnst mér vera gott dæmi þegar, þú veist, maður bara, vá, hvað gaman að vera shit, hvað þetta óraunverulegt. Úps, hann held ég að fara að gleyma mér. Úps, hann mundi eftir að hann var búin að gleyma mér og ég einhvern veginn labba fram og bara svona, já, takk, æðislegt en þú veist, það bara, eins og ég segi, fyrir mér var þetta svona lífið að minna á að þú veist, já, við erum alveg komin að stærra svið og allt það, en það líka hér sem fólk gleymir og enginn veit hver þú ert. Já, inn í enda ég bara Darri frá Íslandi. Akkurat. Mjög skemmtilegt. Mér langar að spyrja þér samt, sko, að því að maður þekkir þess að hetudýrkun í Bandaríkjunum og þú ert að spila á einmitt bara stóra sviðinu með stærstu númerunum og ég velti fyrir mér í sambandi við það að vera auðmjúkur, er maður settur á stall sem leikari í Hollywood? Bara,
ég sko svo heppinn að ég náttúrulega orðin sko nánast fertugur þegar ég svona fyrir að vinna í Hollywood að einhverja alvöru. Ég svo heppinn að koma frá Íslandi, litla Íslandi sem að mér finnst samt alltaf sko vera í miklu svona hærri þyngdarflokki heldur en að maður skildi ætla. Ég svo heppinn að hafa unnið í leikhúsinu meir og minna fyrstu 10 árin af mínum ferli. Heppinn að hafa kynnst öllu þessu frábæra fólki, að hafa stofnað Vesturport með Gísla og Nínu og Víkingi og Birni Lini og Ingvari og Agga og þú veist, svo mörgum vinum mínum og það var algjört ævintýri. Ég svo heppinn að hafa sko önnur sýningi sem ég gerði í leikhúsinu var sýning sem maður í mislitum sokkum, þar sem ég lék með Bessa Bjarna og Árna Tryggva og þannig ég kynntist þeirri kynslóð og þannig ég held að þegar ég loksins fer til Hollywood þá ég orðin alveg eldri en 2 vetur og ég held að sem betur fyrr. Ég hef alveg hugsað, ég hef alveg verið í LA og þú veist svona séð þessa menningu sem þar í gangi og ég hef oft hugsað bara þökk sé Guði að ég kom ekki að maður þegar ég var 19 ára eða 20 og hitt eitthvað sem að bara þú ert að besta bla bla skilu og allar þessar ræður sem eru mjög Hollywoodískar og ég líka bara heppinn að sko meir og minna í mínum ferli hef ég fengið hlutverk í gegnum Bretland og í gegnum New York og það bara svolítið önnur menning, það miklu meiri alvara þannig ég hef alveg lent í þessu og hitt ég gleymi aldrei einhverjum castingdirektor, ég man nú ekki hver það var en ég gleymi aldrei þessu samtali, ég hitt einhvern castingdirektor að því að fyrst þegar maður byrjar að vinna þegar maður, þú veist, byrjar að vinna sem leikari á einhverju markaði, þá senda umboðsmennum manns á svona almenna fundi með svokölluðum castingdirektors, fólkinu sem sér leikaraval og og sá almenni fundur þú veist, bara svona, hæ, ég heiti Darri, gaman að hitta þig, þú veist, já, ég hef gert þetta og þetta og einn af þessum fyrstu fundur sem ég fór á, þá sagði manneskja okkur bara, oh my god, yeah, I'm such a huge fan og ég var bara ok, og hugsaði bara þessi manneskja veit ekkert hver ég og ekki nema hún hafi sko fyrir einhverja tilvíðun hort 10 sinnum á Perlur og svín sem þú skal lifa reyfast sem er ólíklegt að þá, þú veist, þá þetta bara einn af þessum frösum sem fólk notar í LA og það mjög fyndið, ég á ennþá þú veist, ég á erfitt með að taka þátt í þessu LA-íska svona þessu tali og talsmáta finnst það bara svo óraunverulegur og bara til þess að var ég að tala við einn félaga minn í dag, þú veist, í sambandi við manneskju sem að ég kynntist sem að einhvern veginn sagði við mig, þú veist, ég hef tekið þátt í að búa til bíómyndir sem hafa aflað, þú veist, $3 milljörðum og ég bara, þú veist, þetta ekki smá yfirlýsing og svo fer og kíkir á ferilskrána og viðkomandi, kemur ljósa viðkomandi, þú veist, var að vinna í leikmyndadeildinni eða eitthvað, skilur já. Og þannig geta náttúrulega allir sagt bara, þú veist, ég hef náttúrulega komið að því að búa til, en þú veist, og kannski virkar þetta í LA, það opnar einhverja hurð sem ég efast ekki á einhverju sem þú vilt opna hurð fyrir þér, en á Íslandi þá verður þetta hjákátlegt þetta svolítið svo Ingvar Sigurðsson myndi segja, ég hef hjálpað til við að búa til 270 milljónir í íslensku bíóinnkoma, þú veist, maður bara glæta. Já, áhugavert. Sko, ég var ánægð með fótboltasamlíkuna, hann er á réttum stað, sko, við höfum mikinn áhuga á fótbolta og mér finnst það góð spurning á leiðum líka, mér langar að spyrja, sko, klefamenningin, þú veist, þegar þú mæta á setti í þessu stórum Hollywoodmyndum með annað, svona stéttaskipting á setti fræguleikarnir tala saman og svo meðal fræguleikarnir og svo hinnir. Já. Eða það? Já. Sko, ég þarf að segja eina góða sögu. Sko, ég náttúrulega eins og ég segi, þú veist, að því ég orðið svo gamall og búin að vera svo lengi í þessu, þá sé ég þetta svo glögt og ég með eina sögu, þú veist, ég lék pingulítið hlutverk í seríu sem New Amsterdam sem var svona læknaserja sem bara, ég held að NBC að vera að gera hana eitthvað og hún skotin í New York og ég man að þetta var algjört, þetta var æðislegt gig að því ég var í tökum fyrsta daginn í þáttinum og síðasta daginn og svo var ég bara 14 daga á hótel í New York
á dagpeningum bara að ég bara ekki hvað hvort ég var að skrifa eða bara gera eitthvað, bara bíla mig eða eitthvað. En allavega, ég fekk hlutverki bara að því að ég hafði unnið með sjórennunum, manneskjunum sem að sé svona þetta allt saman, aðal höfundinum. Ég hafði unnið með honum og vini hans og þeir voru bara, heyrðu Darri, við skrifum handa þér hlutverk, ef þú getur, ef þú ert laus. Ég bara, já, ég kem. Svo ég mæti til New York og ég fer á samlestur. Og Samlestur? Já, þá sérst bara erum að lesa saman handritið. Já, ekki leika, bara Nei, í rauninni, þú veist, bara leika en ekki og þú veist, og þetta er ekki alltaf gert, en þarna, mér fannst þetta mjög sniðugt, af því að þau gera alveg sko 20, þetta er rosaleg vinna, þú veist, þau eru í tökum 11 mánuði á ári, eitthvað, þegar þú veist að gera svona stóra þætti, svona svo Grey's Anatomy, það er bara 10-11 mánuði á ári eftir tökum, farið mánuði 1,5 í sumarfrí, svo ertu bara að vinna og en þú færð rosalega vel borgað og það bætur upp fyrir það, en allavega, ég kem hana og er bara svo kallaði day player, ég er bara að leika lítið hlutverk og ég byrja á að hitta svona aðra day playera í New York og það er enginn sem heilsa mér og aftilega með það, ég skil það bara vel, þú veist, það þekkir mig enginn og ég bara sitt þarna og þau þekkja hvort annað svona sum og er eitthvað að tala saman og svo svo kemur höfundurinn og við erum alltaf bara föllust í faðma og erum bara að kjafta og þá allt í hennu fann ég að hinni leikarnir voru bara, já, ég ætti kannski að heilsa þessu manni. Gefa þessu manni gaum. Þetta var ekki sniðugt og svo komu sko fastránu leikarnir úr seríunni sem eru allir á næsta stigi og það var enginn að heilsa mér þangað til að höfundur segi, já, og Darri vinnu minn frá Íslandi er komin til að leika og bara, já, blessaður, skilur, þannig að þú veist, já, það er því miður, það er rosa mikil stéttaskipting, sumstaðar þarf hún að vera, það er, þú veist, ef þú kemur sem svo kallar PA eða Production Assistant sem er svona sirkabát neðsta staðan í gókunaröðunni það er mjög óeðlilegt ef að svo manneskja er að reyna að eiga í miklum samtölum við leikstjóra eða tökumann eða aðalleikarana og svo framvegis og sumi leikarar er hreinlega bara með samningunum sínum að þú veist það með ekki horfa í augun á þeim eða alls konar og ég gerir ráð fyrir að það sé að hluta til líka bara af því að sumt fólk þarf að hafa það þú veist, með því svona lætin sem að sér í kringum, þú veist, Brad Pitt eða Leonardo DiCaprio eða Jennifer Lawrence eða eitthvað af þessu fólki, þú veist, þá finnst mér ekki öfundsvert að sjá hvernig fólk haga sér og hvað fólk missir vitið bara í kringu þau. Þannig að þú þarft örugglega að hafa mjög svona stífar reglur og þannig að sömuleyti geta verið fínar, sem betur fyrir Íslandi fer ekki mikið fyrir þessu. Stéttaskiptingu og mér finnst hún ekki frábær. En ég skil alveg stundum þörfin á henni. Já, er ekki, sko, af því að sorry, ég held áfram í fótboltasamlingunum með það, sko, en mér finnst, þetta dálítið eins og það hefði búin að vera að spila í bestöldinni og svo allt í réttu bara mættur í Galacticos-liði og Real Madrid, sumir leikarna sem var leikið á móti. Er þetta bara eðlilegt, er þetta svo bara annað, er þetta bara another day at the office eða það maður ekkert að klípa sig þegar maður er á móti öllum þessi stórstjörnum? Sko, sjálfsagt venst maður því eins og öðru. Þú veist, ég svo sem alveg verð ennþá fyrir því að ég hitt eitthvað leikara og ég bara, wow. Þú veist, þegar ég var að leika í Severance, þá leik ég einn dag á móti Christopher Walken. Og mér fannst það stórmerkilegt. Þú veist, Christopher Walken finnst mér bara stórkostlegur leikari og listamaður og það er langt síðan ég fengi svona stjörnu í augun, sko. Ég stundi sagt söguna þegar ég hitti Jennifer Aniston fyrst. Að þá gat ég ekki talað, sko. Og þá bara talaði kona mín og ég var sem betur með sólgleru og var rosa cool og ég held að enginn að fatta en ég var bara þú veist að þetta var bara, þú veist, ég elskaði Friends og þannig var bara Rachel í Friends að elsa mér og við vonum að spjalla daginn á veginn og svo lék ég seinna með Jennifer sem betur fer í mynd, þú veist, ég hafði hitt hana fyrst á setti þar sem vinur minn var að leika í bíómynd og þá gæti ég ekki tala og svo lék ég með henni seinna og það var rosa gaman, þá fekk ég aðeins að kynnast henni og hitt hana og þá gátum við átt svona í eðlilegum samskiptum en ég veit það ekki þú veist, mér finnst
þú veist, ég man bara, sko, fyrsta hlutverki sem ég fekk í bíó var í Perlósvín. Ég gleymi aldrei að ég fekk að leika í myndinni. Ég var í leiklistaskólanum og skólinn var svo almennilegur að gefa mér leyfi til að leika í þessari mynd. Ég átti ekki vona að fá leyfið. Nei. En þannig ég fyrstulega var alveg óbáslega glaður þar, svo þegar ég fekk handritið, þá man ég að ég kom heim til mín, ég fór í herbergi mitt og ég las í gegnum handritið og ég komst að því og sá að ég var sérst að fara að leika með Ingvari Sigurðssyni og Þresti Leó og Jósi og Lollu og Steinu Ólínu og Eddu Björgvins Shit. og ég var að míga í mig af gleði og ég get alveg sagt það að, þú veist, nú ég búin að fá að leika með flestu þessu fólki aftur og stundum margoft og ég held að ég bara myndi kalla þetta fólk vini mína í dag og ég að sjálfsögðu ekki ennþá að, þú veist, svona rosalega starstruck þegar ég hitti þau, en ég er samt ekki einhvern veginn, sko, þú veist, gleði mín yfir að fá að vinna með góðu fólki hefur ekki minnkað. Nei. Þannig að, þú veist, eins og í Reykjavík Fusion, þú veist, Þröstur Leó leikur þar. Ég er ógeðslega ánægður að við skildum fá Þröst Leó til að koma og gera þetta. Þú veist, þannig að, þú veist, stuttasvarið er bara, þú veist, maður venst í og maður líka náttúrulega að sjálfsögðu vill að fólki líði vel. Þannig að þú ert að reyna að gera það sem getur til að láta fólk ekki þurfa að vera einhvern veginn meðvitað já, alveg rétt, já, ég er superfræg manneskja, já, ég er búin að vinna hennar 2 Óskarsverðlaun og skilurðu, þannig að þú ert að reyna að nálgast fólk bara frá jafningja grundvelli af því að það er það sem við erum að fara að gera á eftir, við erum bara að fara að leika saman. Klart, sko, eitt sem ég langar að spyrja talandum að vera humble, sko, það væri auðvelt fyrir með svona mikið af verkefnum held ég, með svona mikið af verkefnum erlendis, stór verkefni, stóra þættir, stóra myndir að draga allavega tölum Reykjavík Fusion þetta betur eftir, en það væri auðvelt fyrir að draga hlé og segja bara, ég ætla aðeins að hvíla Ísland á meðan að ég er að reyna að meika í einum stóra heimi, en er það kannski einhver hluta hjartengin að vera líka á Íslandi? Já, með ráðherrann og Reykjavík Fusion til dæmis? Ég hef alltaf viljað vera á Íslandi líka. Sko, í fyrsta lagi náttúrulega bara að fá að leika á sínu eigin tungumáli er allt annað líf. Það er bara, sko, það er svo mikill munur. Það er erfitt að lýsa því, sko. En svo líka bara, eins og ég sagði áðan, þú veist, Ísland er svolítið einstakur staður. Þú veist, það er ótrúlegt að koma frá staða sem að, þú veist, það eru 350 mann sem búa hérna og það eru, sko, 10 heimsfrægar hljómsveitir. Og, þú veist, það eru 10-20 leikarar sem er að vinna alþjóðlega bara, þú veist, ég sjá bara Heru Hilmans eða Jóhanneshaug eða, þú veist, það er bara fólk að vinna út um allan heim. Sama eiginlega í öllu, þú veist, Raggi Kjartans er eitt fremsti nútíma listamaður bara, þú veist, þannig að það er engin, sko, í fyrsta, ég bara segja þetta til að, þú veist, ég raunin bara benda á að mér finnst ég ekki vera að taka neitt niður fyrir mig að vinna á Íslandi. En ég hef líka bara, þú veist, mér finnst ófærð sem að Balti gerði það var alveg einstakt tækifæri að fá að leika aðalhlutverk, svona kannski frekar óhefbundin aðalleikari, stór og feitur kall að leika svona aðalhetjuna í einhverju svona glæpa thriller og svo þegar ráðherrann kom þá hugsaði bara, wow, þú veist, þetta hlutverk er algjörlega geggjað og þetta var svo flott saga og svo gaman að taka þátt í henni og svo náttúrulega núna Reykjavík Fusion. Ég hef í rauninni alltaf haft eitthvað svona eina tengingu sem að leiði mig til Íslands alltaf með 1-2 ára fresti til að koma og vinna. Og ég er náttúrulega bara fjölskyldu hérna á Íslandi, við erum ekkert að fara að flytja til útlanda. Ég var svo heppinn að þegar ég var að byrja 2005 eða eitthvað, þá gerði ég mynd sem hét Bjólskuða, sem var tekin upp á Íslandi og var með alþjóðlegum leikurum. Og þar kynntist ég Stellan Skarsgård og ég átti margar góðar samræður við Stellan og ég hef alltaf fundið að hann hafði mikil áhrif á mig og við ræddum til dæmis þetta, þú veist, hvort hann byggi í LA og hann sagði bara, nei, ég bý bara í Stokkólmi og ég er þaðan og, þú veist, og ég hef alltaf hugsað það sama, ég bara bý í Reykjavík
það þýðir ekki, þú veist, ég flytt stundum til Rómar eða eitthvað og vinn þar eða áfar heima í 1-2 mánuði en svo bara kem ég til Íslands og hér eru rætur mínir, hér eru vinir mínir og Ísland bara stórkostlegu staður. Já, klart. Volt. Já, Voltarni maður. Það bara spurning hvað þú vilt fá heimsend, ekki hvenar því það kemur strax. Veistu hvað mig langar að fá heimsend? Costco, já. Pítsu, blóm, Costco. Það eru samt ekki nema 2000 vörunúmer frá Costco sem ég bjóða på, sko. Það er bara galið, sko. Og það eru margir búin að spyrja mig eftir að við tilkynntum þetta síðast að nei, ég get alltaf fengið sjónvarp heimsend frá Costco. Þá það semst þannig að, það er miðað við stærð á örbygjáni. Það markið á sendingu. Já. Og þetta ekki bullshit. Nei. Þannig að það er bara þannig, lífið bara að betur með Volt, 0 krónur heimsendingi gælt með Volt Plus. Það í leið, við viljum ekki drepa alla Volt-sendlana að vera að fara með sjónvörp á 50 hæði í littuðus húsna. Já, ég hugsa ágæðs við mig sé bara bakbókin sem þú sérðu ofta á Volt-sendlunum. Já, einmitt, já. Ef þú kemur því í töskuna, já, þá getur þú gert það. Kaldi light eða sá klassíski. Já, ég sé alltaf light. Þú sér alltaf light. Já, ég lightari. Ég er núlari náttúrulega. Já, rétt. En í den tíð þá var það bæði betra. Já, þeir eru að fagna hvað, 19 ára afmæli núna? Jú, já, þeir eru að gera það og bjóða upp á kynningar fyrir hópa, sérmerkingar fyrir veisluna. Já, okkur langar að adressa þetta. Fyrirtækja fagnuð. Já, þetta er geðvikt. Já, þú veist, Kryddum höfum notað þetta. Já, ok, nice. Þá tókum við hérna fyrir Blackmot fjármálafyrirtækja. Já, sem núna föstudaginn bæði. Já, vorum að peppa framúrskarandi fyrirtæki. Já. Og voru það bara allir bjórnir frá Kalda. Já, geðvikt. Já, mjög flott, búið að merkja það bara með okkar logói og algjöru fagmenni líka, bara mættum með þetta á pallettum bara og já, tjekkja á þeim. Heima dyrum þetta á Volt-sendla dæmi, sko. Já, sæls. Þannig að Kaldi hefur þetta með allt upp á 10 hvort sem það er fyrir þig, fyrir fjölskylduna eða fyrir fyrirtækið. Jú. Bjórbreint frá bíli. En Íslandssjóðir. Já. Þetta elsta sjóðstýringafyrirtæki á Íslandi, sko. Rétt. Elsta og virtasta, stofnaður 94 í Íslandsbanka og sko, ég ætla bara að hafa skilabóðan einföld og skýr í dag. Legðu fyrir mánaðarlega. Já, reglulegur sparnaður. Og svo er hitt að bara stilla upp eignarsamni sem að þú sáttu með. Þeir bjóðu upp á söfn frá sko A til E og ég var að skoða þessi söfn í dag. Ég ætla ekki að kafa allt með klætt. Ef við tölum bara að blanda sjóði yfir höfuð. Stiltu bara upp eignarsamni þannig að þú sérst að taka áhættu með við aldur og heyrðu líka bara í sérfræðingunum. Já, einmitt. Þeir bóðnir og búnir til þess að hjálpa þér. Já, algjörlega og þið getur bara heyrt þeir eru alltaf í eigu Íslandsbanka og það eru verðbréfar að gera það sem að geta hjálpað ykkur helling, sko. En svo líka, sko, það að kaupa í sjóði á Íslandi kostar miklu minna en að kaupa í stökum bréfum ef við erum bara að horfa í afgreiðslugjaldi. Já, ég tala ekki um að þú ert að ég segi bara fjármálaráðgjöf, fjármálalæsi til þeirra sem er að hlusta, einhvern veginn, látum sérfræðingunum þetta. Rétt. Sko við ætlum að dæta í smá nölla, tala þetta smá sem að ég held við hefum aldrei átt svona umræður í þessu dag sem er geðvikt að við séum ennþá að finna eitthvað nýtt. Sko Íslands framleiðsla, við getum talað ekki Fusion bara almennt, bara ráðherran eða ófæri hvernig það er þetta eins ef við fyrir aftur í fótboltasamlíkinguna atvinnumennska ég velti fyrir mig bara svo myndur þú segja þetta væri einhvern veginn atvinnumennska á móti semi-professional er einhver munur á að leika í íslensku seríu sambúri við þetta sem þú gerir erlends? Sko það er í rauninni bara peningamunur og ég held að þú veist til þessi samlíking virki þá held ég að við ættum að líta á þetta sem bikakeppni. Okay. Það sem að við lendum stundum í því að þú veist Newcastle tapar fyrir hérna Rotherham United skilurðu og þá þú veist veit maður að það snýst ekki þú veist Newcastle eða það lið ætti alltaf að vinna þann leik en þú veist dagsformið skiptir mjög miklu máli og það er bara svolítið þú veist við þurfum ekki ef við tökum þetta stundum þú bara ferði í leikhúsið og þú sér sýningu hjá Vestló eða MR eða eitthvað skilurðu og þú sér sýninguna og þú ert algjörlega bara, hún er frábær og þú lappar í burt bara, herru, þetta er bara einn besta kvöldstund sem ég átti í leikhúsinu. Minna, þú ættir að hugsa, býtu, wow, hérna, þetta er ekki fagmenn, af hverju var svo gaman og það er bara svo mikið sem kemur úr stemmingu, úr hennar leikgleði, þú veist, þannig að þú getur gert svo margt án þess að vera komin með allt þetta alla þessar fifferingar þú veist, þegar ég er úti þá þú veist, er ég með trailer, þegar ég er á Íslandi þá er ég í Suzuki Swift þannig er það bara þú veist, við höfum ekki efni, allavega ekki ennþá við höfum ekki efni á að hafa alla í trailerum og svo framvegis og stundum þegar ég vinn út í
í pródúsjónum eins og núna í sumar var ég að gera þætti, þú veist, ég held að budgeti á hvern þátt hafi verið svona $10 milljónir sem sko ég veit ekki, ég hugsa, þú veist, ég meina Fusion gerð fyrir svona kannski $6 milljónir í heild. Skilur? Já, þetta var per þátt tíma. Já, þú veist, þannig að þeir eru að gera einn þátt sko einn þáttur hjá þeim er töluvert dýrari, sko 25% dýrari heldur en heil sería sem við gerum. Hvað munar helst svona fyrir average góma, average stjós eins og mig og leis, við erum að horfa á þess að þætti, hvað ættu við að taka eftir ef það er meira budget í framleiðslu? Já, sko, þú þarft náttúrulega að hugsa svolítið út fyrir kassan þegar þú ert að vinna í þessum kringustæðum, af því að og ég held að gott dæmi sé, þú veist, við munum aldrei keppa við Hollywood í að gera Fast and the Furious mynd. Nei. Af því að þar ertu bara með peninga sem þú getur, þú veist, eitt í að skemma bíla og gera alls konar hluti sem við gætum aldrei leyft okkur að gera á Íslandi. En það þýðir ekki að við getum ekki gert bílaeltingaleik á Íslandi. Nei. Skilur við vorum einn í Reykjavík Fusion þættinum ekki aðeins. Algjörlega. En þið skiljið hvað ég meina, þú veist, við þurfum stundum að hugsa bara, ok, við ætlum að gera geimmynd. Það þýðir að við þurfum, þú veist, hún þarf kannski að vera meira contained, hún þarf að vera, þú veist, við gætum örugglega gerst myndir svo Alien eða eitthvað, það er rosa mikið bara gert í setti, í stúdíói, það er hægt að gera alls konar hluti án þess að þurfa að fara að eyða þessum rosalegu peningum. En stundum líka finnst manni, sko, og ekki bara stundum, bara mjög oft þegar maður er að leika þessum stórum framleiðslum, þá er maður stundum bara hristir maður höfuðið yfir sko mikið af öllu, þú ferði einhvern veginn cateringuna, skilur við, þú veist, það sem að maturinn er og það er bara, ég veit að eftir að henda hérna bara sko mörgum kílóum, þú veist, af mat bara í ruslið og mér finnst, þú veist, það er ekki eftirsóknarvert og ég man alltaf þetta Gísli Örn lék í hérna í Prince of Persia og hann lýsti þessu svo frábærlega að hann var þá vorum við að tala akkurat þetta er rosa langt síðan við áttum þetta samtal örugglega 10 ár allavega en hérna þá man ég að hann var að hneykslast á hann var bara Jesus peninga til að eyða ekki neitt sko. Þá var hann semst á einhverju svona skylmingaæfingu með einhverjum 2 öðru leikurum og þeir voru svo að fara á hestaæfingu og svo þegar skylmingaæfingar var búin þá náttúrulega kom bara 1 bíll að ná í hvern þeirra svo keyrðu þeir 3 á eftir hvorum öðrum skilur við og þú veist, svolítið þetta við getum ekki lyft okkur þetta og af því við höfum bara 90 miður og það er svo gaman að við það er svo margt sem við langar að taka talandi fótboltasamlingi, bara 90 minnarleik við erum auðvitað með þetta ýmsar undirbúin spurningar en mér langar samt að spyrja þig bara kannski frekar opnitari ef við ferð bara yfir öll þessi sett sem við verðum á maður fekk smjörþefin á þessu sumar ég fekk tækifæri til þess að leika bara statista hlutverk Máttu segja frá þessu núna? Já, ég veit ekki, þá er ég kannski að brjóta mögulega að klippa þetta út, ég veit ekki en að fá að sjá bara, að fá NASA-tefin á þessu, hvað þetta er ótrúlega íburðað mikið og flott alls saman sko, ef ég fæði að spyrja því hvað var kannski skemmtilegasta sett og verkefni sem að þú tekið þátt í svona, eða það sem þetta eftir fyrst í hug Það er rosa erfitt að velja, þú veist, skipta börnunum sínum upp. Jú. Þú mátt alveg þeirra nokkuð börn. En já, sko, mér fannst rosalega gaman í Reykjavík Fusion að við vorum svo heppin alveg innan sviga út af sko COVID. Þá náttúrulega er veitingahúsamarkaðurinn búin að vera rosa erfiðum stað og það þýddi í rauninni bara mörg veitingahús fóru á hausinn og meðal annars var á Geirsgötu 8 var þar og hefur verið veitingarekstur og sem hafði farið á hausinn og við höfðum fyrst ætlað að fara til Króatíu og taka í stúdíói þar innisenur sko á veitingastanum og byggja hann í stúdíói. Svo bara fundum við þetta hús og vorum bara svo heppnir að eftir að hafa einhvern veginn að eigendurnir sáu aumur á okkur og voru bara, ok, bara sem listamennum og leigðu okkur þetta, voru svo almennilegir að leigja okkur þetta hús í þessa 3-4 mánuði eða hvað það var sem við þurftum og þarna bara byggðum við sett, þetta er 600 eitthvað fermetra hús þannig uppi vorum við ofta í tökum og að leika niðri var sko búningar og smink
og skrifstofan og það var eldhús líka niðri, þar voru kokkarnir frá Hosiló sem voru elda fyrir okkur. Já. Þannig að við vorum allir svo rosalega mikill í tengingu. Þetta var ofboðslega gaman. Þetta svolítið fær maður þetta stundu þegar maður hefur farið út á land í tökur. Þú veist, eins og Róklandi vorum á Sauðarkróki í 3 vikur eða eitthvað. Þá eru allir svolítið saman og það mjög skemmtilegt. Þannig að ég myndi segja að Reykjavík Fusion svona ein af svona nýrri minningum. Mér varst ofboðslega gaman að gera brúðgummann í Flatey, gera með Balta. Það var algjörlega stórkostlegt. Þá vorum við í 4 vikur í Flatey og við fengum svona fáránlega gott veður. Það var alltaf bara eiginlega sól og þarna vorum við bara að leika svona skemmtilega bara fjölskyldu drama mynd og eiginlega hver einasti dagur í vinnu var bara ofboðslega skemmtilegur og þannig heldum við fullt á ógeðslega skemmtilegum partíum og vorum með listasýningar og þú veist bara, og svo held ég verði að segja Severance og mér fannst það kannski líka bara því að sko bara vinnan sem að lögð og þarna kemur jákvæði hluturinn að þessu að eiga mikinn pening til að gera eitthvað að því að sko það svo mikil natni lögð í Severance. Það svo vandað til verka að þegar maður var inn í sumum af þessum settum þá þetta var alveg óraunverulega vel gert. Þú veist, það búið að hugsa hvern einasta smá dítil, stólarnir eru svona, þetta svona. Þarna var í fyrsta skipti að vinna með svona robotkameru sem ótrúlega áhugavert fyrirbæri. Eldur hún við þá bara? Nei. Sko, hún þá bara, þið munið eftir atriðinu þar sem að Adam að hlaupa í gegnum eftir göngunum og það alveg bara svona kameran fer alveg bara hérna megin við hann og svo bara fer hún yfir og hann hleypur og hún hleypur í rauninni með honum. Þetta bara robot, hann bara prógramaður þannig að hann fer bara nákvæmlega á þessa staði og þess vegna það má líka vera varkár því að ef að þú ert fyrir roboturum þá stoppar hann ekki. Nei. Og ég þekki eina manneskju sem gerði til dæmis sko ástarsinu með svona robot og það var bara, hún þurfti að vera mjög varlega að skaða sig ekki. En ég fannst í Severance, þar man ég sérstaklega eftir, þú veist, ég vil ekki eyðileggja neitt, það svona fórnarsena í Severance og í þessu fórnarherbergi var búið að búa til, sko, það svona stallur sem að geit sett í og á stallinum sem hvítur var búið að skera út myndir úr þessum svoköllu sögum af kýr og þessu trú sem að þessari menningu sem þeir eru að fylgja í þessum þáttum þá búið að skera út svona lágmyndir og þetta, enginn nokkuð tíma að fara að sjá þetta en fyrir leikar að koma inn og sjá þetta þá svo auðvelt að setja sig í hlutverkið og einhvern veginn þetta verður svo heilagt. Það var ótrúlega gaman. Já, trúið því. Mér þykir líka vænt að þjálfur ég hefur náttúrulega verið að setja út allan heim bara með eins og að segir endalist sjálfmægt þá samt að vera svo heimakær Íslandi það stendur nærri. Já, voru þetta heppni með staðsetningu, þetta var fínn veitingastað ég farið á hann sko áður en hann fór á hausinn það eitt sem ég langar að spyrja taldu Nella-tal sko sem að mér langar að ræða við Darra, við erum með hann setti leikhús versus kvikmyndir og þættir sko, til dæmis eitthvað sem talið vera meira fancy eða flottara, einhverjir leikara sem að virka bara í kvikmyndum og þáttum og ekki leikhúsi og mögulega öfugt hvað svona hvort formið til dæmis henda þér betur og líklega rosalega mikill munur á þessum formum? Sko, ég sakna leikhúsins mjög mikið. Ég hef ekki leikið í leikhúsi núna í 10 ár. Ég ætlaði að leika í leikhúsi 2020 og 3 vikum fyrir frumsýningu kom COVID og þá datt ég út úr því verki. Mér hefur alltaf fundist svolítið leikhúsi vera staðurinn þar sem þú vinnur fyrir þér. Það svo áhugavert leikhúsið. Í rauninni það erfiðasta sem getur gert að leika barnasýningu. Held ég bara í leiklist. Af því að barnasýning bara annarkvort skemmtileg eða leiðinleg. Af því að börn hafa engan sem betur fyrir, þau eru ekki kurteis. Þannig að annarkvort heldur að athygli þeirra og þau horfa á sviðið og þeim finnst gaman. Og þá, ég meina, ég sá Bessa Bjarna leika í Dýrunum í Halsaskógi og það náttúrulega
þessi saga að einhvern tímann Bessi kom inn á svið og þú veist, tók hann að Mikkari F og leit út í sal að það var bara sást ekki bann, það voru allir bannir bara komin undir sætin og þannig að þú veist, ég myndi segja að þar reynir á leikana að vera í barnasýningu og passa upp á að barnunum finnist gaman. Já, eins og sé, mér hefur svolítið fyndist vera að það svona staðurinn það sem menn vinna fyrir sér í leikhúsinu, því að það krefst bara rosalega mikils úthalds og orku. Það yfirleitt auðveldara að vinna í kvikmyndum og sjónvarpi, finnst mér. Og já, það eru sumir leikarar sem eru góðir í leikhúsinu og ekki góðir í bíó og öfugt. Ég hef séð bara mörg dæmi það. Og ég vil meina og vona að ég sé ágætur í báðu, en ég veit það að því að þegar ég var að æfa þetta verk sem að ég átt að sýna hana rétt fyrir COVID, þá var ég mjög ryðgaður. Þannig ég ætla að fara aftur í leikhúsið, en ég veit að það mun þýða að ég þarf að undirbúa mig rosalega vel. Ef ég ætla að gera á þeim skala sem að mér finnst að ég eigi að gera það, þá þarf ég svolítið að fara í æfingabúðir. Það kannski bara einfald ástæðan að þessi auðvitað að vera í bíó þáttum að því að þú fær náttúrulega bara endarast að tækifærin til að endurtaka þig og já, ef þú ósáttu við eitthvað bara tökum þetta aftur. Það ekki henni leikur. Já, það náttúrulega það. Yfirleitt líka ertu að taka miklu styttri hluti. Já. Þú veist, það eru, ég meina, þið væntanlega sé Adolescence þættin á Netflix. Þar eru við náttúrulega á þættir sem eru skottin í einni tökku. Það var rosalegt. En ég, sko, á þess að ég viti það beint, þá get ég bara lofað ykkur því að það hefur verið æft eins og leikrit alveg rosalega oft. Já. Og svo tek ég nokkru sinni. Já. Og afsakið. Og sko, þú veist, það auðveldara, þú veist, ég vil ekki alhæfa, þú veist, auðvitað eru örugglega einhver hlutverk í kvikmyndum sem eru, þú veist, jafn erfið og erfiðari en eitthvað sem þú gerir í leikhúsi, en sko leikhúsi náttúrulega bara í rauntíma, þannig að þú þarft eiginlega alltaf að vera upplagður, þú þarft að passa upp á að þú sért komin á rétta staðinn þegar þú ert að fara að sýna, því að það ekkert annað í boði. Það show must go on. Og það þannig að því að þú veist, auðvitað einhver ástæð vera að klíða sér til og annað, tala um allar, auðvitað að leikhúsi, að hver einsta sýning hefur einhvern veginn sitt líf, það að því ég hugsa oft bara, auðvitað að leika Frozen prinsessuna eða eitthvað bara 300 sýningin, þú veist, verður þetta ekki þreytt allar endurtekningina? Jú, eflaust. Þú veist, ég meina við gerðum í Vesturporti sýndum Rómeó og Júlíu. Ég minnir að við hefum sýnt hana 350 sinnum eða 400 sinnum eitthvað. Ég reyndar sýndi ekki allar þær sýningar, það voru nokkri leikarar sem hlupu í skarði fyrir mig, en ég hlýta að sýnt allavega 200 eða 250 sýningar af henni. Sko, lykillinn að endurtaka sig ekki. Og það í rauninni það sem að sko svo skemmtilegt við að vera leikari og erfitt að við vitum alltaf hvernig sagan endar og ég meina oft þú veist þú hvernig sagan endar. Það að segja þú ferð og horfir á Hamlet eða Rómeó og Júlíu eða eitthvað svona verk sem að þú veist hvað það og hvað gerist. Þannig að við sko kjöraðstæður eru það að þú ferð, horfir og þú gleymir þér. Þú gleymir því. Þú nærð að heillast nógu mikið af efninu til að að þú ert ekki að hugsa, já, hann náttúrulega bara að fara að drepast, skilurðu? Já. Og það galdurinn, þú veist, það að segja, sko, þegar þú kemur aftur inn á svið, þá finnst mér allavega að skipta öllu máli að þú ert alltaf bara að hlusta á hvað að gerast. Og þú leyfir lífinu að koma með þér inn á svið. Bæði, sko, í dag ert að leika fyrir, þú veist, hóp, þú veist, og það eru 40 manns frá einhverju fyrirtæki sem eru allir dottir í það og þeim finnst sjúklega gaman. En á annað kvöld, þú veist, á morgun það ekki þannig. Þá engin, þú veist, þá bara vinnudaginn eftir og það allir bara rosa settleir, þannig miklu minni viðbrögð. Og maður lærir bara hægt og rólega að hætta að láta sem svo að ef það kom ekki mikil viðbrögð eitthvað, þá sé ekki gaman, eða skiljiði. Finnurðu salinn þegar þú ert að leika, bara strax? Algjörlega, en þú þarft líka að vera að hlusta á salinn og öfugt, þú veist, og þess vegna finnst mér skipta rosa miklu máli að ef að ég rífst við konuna mína, að ég
kem upp í leikhús og ég passa mig, þú veist, ég tek það með mér, það hluti af því sem kom fyrir mig í dag og svo bara ég á sviðinu og hlusta mig inn í, af því við vitum nákvæmlega, við vitum öll orðin sem á eftir að segja, við vitum alla söguna, við vitum hvernig þetta endar, en til að það sé lifandi, til að það sé gaman, þá erum við aldrei að hugsa meira en það sem kemur næst. Nei. Bara ein hugsun í einu, veist. Þetta bara, þú veist, enn og aftur, fótboltalíkingin svo góð, af því að engin fótboltaleikur eins. Nei. En ég meina, þú veist, Liverpool spilar 38 leiki í deildina á ári, en engin af þeim leikjum eins. Nei. Reyndar Liverpool búið að vera svolítið mikið að gera sama hluti núna aftur en þið skiljið hvað ég meina. Já, við getum líka að fara í nafn. Þannig leikbúsið. Já, við getum að fara í nafn á þættir líka, þannig að þú veist, maður myndi að halda skák sem fyrir sjálega, engin skák eins, sko, sem fárlega áhugavert líka, sko. En mér langar að halda áfram með fótboltasamlíkinguna Tölum bara Liverpool og snættur Eftir púl Í fótbolta það þannig að menn hafa það bókstaflega af atvinnu að gagnrýna það sem að spila leikinn og eru endalaust milli tanna fólki og það flýgur allt, það má segja hvað sem bara segja allir séu ömurlegir og hvað þessi ekki á vellinu Akkurat, og leikarinn ekkert íkja frábrugðin að því leitinu til að leið og sýningi gefin út á leiklistafjölunum, þá bara komið gagnrýni frá Símoni að ég veit ekki hverju með Erlendis og þættir og annað og svo IMDb og allt þetta fer þetta fyrir brjóstaður eða fyrir neikvætt eða fyrir hæstu hæð, hvernig hefur þetta áhrif á þig? Les maður þetta? Já, ég lest alveg. Sko, mér finnst rosa mikil munur á góðri gagnrýni og þegar ég segi góðri gagnrýni þá meina ég úthugsaðri gagnrýni. Það sem gagnrýnandinn að reyna að setja sig inn í hvað þið verið að reyna að gera. Það finnst við skipta svo óbúrslega miklu máli. Það ekkert mál að segja bara skilur við, og sú tegund af gagnrýni finnst mér hvimlið. Ég bara hef ekki, þú veist, mér finnst hún ekki góð. En mér finnst mjög mikilvægt að listafólk geti tekið gagnrýni og að þú veist, að hann Hávar Sigurjónsson skrifaði eins og grein sem ég fannst, sko, fyrir löngu síðan, en hún hefur alltaf setið með mér. Af því að hann sagði, sko, við eigum bara við sem fagmenn í okkar fagi allar sýningar eiga að vera góðar sem við gerum við gerum okkur grein fyrir að bara örfáar geta verið frábærar en þær eiga allar að vera góðar þannig að vera allar að vera á stað þar sem að vera að vinna af fagmennsku og mér finnst miklu frekar sko eiga menn að taka sjensinn og misheppnast heldur en að vera að halda sig í þessu miðjumóði sem að náttúrulega svo freistandi að því að það ekki að taka neina áhættu. Mér finnst oft bara mjög hvað maður að segja, bara svona ferskur andblær að fá að lesa suma þessar gaggrínum. Bara mjög löðrung. Já, ég meina, og stundum finnst mér að menn hafi bara fullt fyrir sér. Þú veist, ég hef alveg fengið ömulega gaggríni og stundum hefur hún fundist hún vera ómakleg, en ef að menn geta útskýrt hvað þeir eru að tala og af hverju, og það eitthvað annað bara, þú glötaður þú veist, þá finnst mér allavega mér að taka það til skoðunar og og maður má ekki heldur láta sko, þú veist, maður veit yfirleitt alltaf sjálfur hvenær maður að gera hvenær maður að leggja sig allan fram ekki endilega alltaf hvenær maður að gera ógeðslega vel eða illa þú veist, ég hef stundum sagt að sko ég elska það svona árið allt og langt síðan ég æfði mig Ingvari en Ingvar, ég voru Ingvar sem ekki fúllóttu mig fyrir að segja þetta þú veist, Ingvar svo óhrættur við að vera lélegur ég man bara á æfingur stundum bara var Ingvar bara ógeðslega lélegur og hann var bara ekkert hrættur við það og það að því að þú veist þegar við erum í leikhúsinu þá erum við að æfa þannig að þú veist, þú mátt ekki alltaf vera einhvern veginn út í sala, horfa og hugsa, já, nei, ég ætla ekki að gera með fíbli en þú ert ekki að fara að gera það fíbli. Við erum að fara að gera þetta í 6 til 8 vikur og svo erum við að fara á svið og þá ætlum við að vera ógeðslega góð. Þangað til ætlum við að gera öll mistök, gera okkur eins miklum fíblum, gera allt illa, þannig að þegar við stíðum á svið, þá erum við búin að sjá bara, já, en þetta léleg hugmynd. og þú veist, og ég, eins og ég segi, ég meina það sko
ég meina það með sko mestu meðmælum að mér fannst þetta með Ingvar, ég hef oft og mjög mikið dáðst að Ingvar í gegnum tíðina, en ég man alltaf eftir þessu, mér fannst þetta ótrúlega flott af því að þegar við vorum að æfa til þessu Vesturporti með Ingvari, þá var Ingvar sko einn af frægustu leikurum á Íslandi og hefði mjög auðveldlega geta sagt bara að nei, ég ger þetta bara eins og ég ger þetta, en hann gerði það ekki. Nei. Og hann leggur sig alltaf allan fram og þess vegna heitlast maður af honum og hans vinnu. Já, en það væri ég er áfram fótboltasamlingunum, sko, það er alveg dæmi marga leikmenn sem hann enn vallar reyma sér skóna fyrir æfingar og svo bara það koma á stóra sviði, það mæta þér. Já. Er það þannig með marga leikmenn? Og mér finnst sko að hluta til má það alveg vera þannig. Já. Þú veist, mér finnst þetta áhugavert sko, þegar maður byrjar í einhverju, þá flest okkar þurfa að læra rosa mikið og margt til að verða góð í einhverju. Við þurfum þessa 10.000 klukkutíma sem að menna að tala um. Sumir fæðast með einhvers konar náðargáfu fyrir hlutunum og þú veist, eru þarlegandi svona miklu fljótari að ná tökum á einhverju. Ég var það ekki, ég þurfti bara að vinna mjög mikið í leikhúsinu og lesa mikið af bókum og hlusta á alls konar mismunandi kennara til að hægt og rálega átta mig á hvað myndi nýtast mér og hvað ekki. Ég hef oft sagt að, þú veist, ef maður hugsar sko, og þetta stundum það sem mér finnst stundum ungi listamenn koma og þeir ætla bara, ég ætla að byrja í kúbisma og maður bara, nei, ég myndi ekki gera það. Okay. Þú veist, af því að sko, Picasso byrjaði ekki í kúbisma. Þú veist, það er ekki það sem hann byrjaði. Nei. Hann byrjaði í portréttum, hann byrjaði að mála landslagsverk og hann byrjaði það, svo hægt og rólega byrjar hann að gera sinn stíl og fyrir að taka sjensa. Ég er ekki að segja það að fólk megi ekki taka sjensa, en það er ágætt að átta sig á því hvað þú þarft. Og ég þurfti bara að vinna, ég þurfti bara reynslu. Ég þurfti bara að leika ógeðslega mikið af litlum hlutverkum í leikhúsinu þar sem ég þurfti að hlusta mikið og vera í hópum og svo framvegis og þá einhvern veginn hægt og rólega fékk ég kannski það sjálfstraust en líka bara einhverja vitneskju sem gat tekið með mér í að þegar ég fékk sénsinn þá gat ég reynt að nýta mér hann. Og það er stundum hefur það verið banabiti fólks að það fær hann að dóminn stjarnan er fædd. Það er oft bara versti dómur sem þú getur fengið. Það eru ungir leikarar oft sem fá þann dóm og þá einhvern veginn námenn, það er erfitt að gera þetta hvað annað, aðra plötu eða hvað það er, second album syndrom. Nei, en skilur þú veist, þannig að mér finnst bara allar hliðar á því en ég, þú veist, sumir geta bara náði þetta bara út úr engu. Já. Ég meina þegar ég byrjaði í bransanum þá skrifaði ég alltaf baksögu persónuna, ég geri það ekki lengur í raunni. Nei. En það þýðir ekki að það sé engin baksaga á persónunum, ég bara þarf ekki lengur að skrifa hana niður, ég að hugsa hana allt öðruvísi. En sko eins og núna, þetta er náttúrulega vinnaðinn og maður velti fyrir sig að við tölum mikið fjármála þessu þætti, sko ég tók nú ekki saman fyrir þáttin afrætt sem ég myndi býja einhverjum sem allt sem Ólafur að tekið þátt í, en er það inn í end vill maður bara vinna í, þú talar og veist sirka þegar þú ert að leika hvað er gott og hvað ekki má maður vera að cherrypicka eitthvað verkefni, er það inn í end bara ég þarf að borga vinna reikninga, ég vil fá borgað ég er alveg tilbúin að taka að mér þetta gig þó að ég veit kannski að hún munum fá þessi þætti munum fá 3 á IMDb eða hvernig það er. Þetta er bara hvað finnst hverjum? Mér finnst það er langbest að lesa, og enn og aftur, þetta er eitthvað sem ég fekk frá Stellan Skarsgård í gamla daga, þú veist, við ræddum, ég ræddi þetta við hann, ég spurði, þú veist, langar ekki að leika á Coen-bræðrum eða þessum, og hann sagði allavega við mig þá, og sagði bara, þú veist, ég reyni að skoða söguna, ég reyni að skoða hlutverki sem við erum að biðja að leika, og ég reyni að hugsa, þú veist, er ég að fara að hjálpa þessari sögu eitthvað, er ég að fara að leggja eitthvað að mörkum sem gert þessu sögu betri, eða hjálpa til við að segja hana, og svo sagðan, svo fer ég að hugsa kannski eitthvað annað, skilur, en ég byrja þarna og ég hef reynd að gera það sama, þú veist, mér finnst hef ég leikið í einhverju sem var ömurlegt? Já, algjörlega, en ég líka bara trú ekki á það að menn geti alltaf vitað hvað er hittari og hvað ekki, af því að ef að menn gætu það, þá væri þetta mjög einfaldur bransi og þú veist, og gott dæmi það er í rauninni bara þú veist,
núna kannski Marvel-myndir, Já. þú veist, á ákveðnum tíma voru bara hver einasta Marvel-mynd bara, þú veist, 1,5 milljarður, 2 milljarðar í kassan, það ekki lengur þannig, þú veist, það bara stundum bara floppa. Sama gerðist, þú veist, Arnold Schwarzenegger og Sylvester Stallone voru stærstu kvikmyndastjörnur í heimi á sínum tíma, svo bara koma að því að þú veist, þeir hefðu gert 1-2 myndir sem voru ekki lengur svona mikil hittarar og þá það bara þannig, þú veist, þannig mér finnst bara eigi, en eins og ég segi, það virkar fyrir mig, ég vil hugsa fyrst og fremst, þetta saga sem ég hef áhuga að taka þátt í, held ég að ég geti gert eitthvað til að gera hana betri eða hjálpa til við að segja hana og það þarf að vera svona grundvallar viðmiðið. Það þýðir samt ekki að ef að Coen-bræður myndu hringi í mig á morgun og segja okkur vantar einhvern mann til að leika þú veist klósettbusta í mynd, þá myndi ég örugglega segja já. Og þeir myndu segja, við viljum borga honum $100 og ég myndi örugglega segja það, já, fuck. Setja á CV. Já, það, þú veist, þannig ég vil ekki segja að þú veist, ég ekkert yfir eitthvað hafinn eða eitthvað þannig, en fyrir mér bara finnst mér þetta vera besta viðmiðið fyrst. Þannig að horfiru ef ég spyrir bara blákallt, þú horfir frekar í hlutverk sem þú fari frekar heldur en hvað fær borgað fyrir hlutverki? Já, ég meina auðvitað skiptir það líka máli. Já, auðvitað. Þú veist, það bara þannig, stundum skiptir það máli. Það skiptir minna máli á Íslandi, af því að það bara minni munur á Íslandi, eðlilega. Það bara minni peningar og miklu minni markaður. Þannig að peningar hafa alveg eitthvað að segja en við höfum öll gert eitthvað fyrir peningana og verið bara, ég vissi ég hefði ekki átt að gera þetta og þú veist, reynst sannspá með það en ég hef stundum haft þetta viðmið að ef maður gerir eitthvað fyrir peningana þá þarf það að vera þannig að þegar að maður upplifir að þetta sé ömurlegt eða leiðilegt í vinnunni að þá þarf maður að geta að hugsa og bara, já, alveg, ég að gera þetta út af peningum. Það bankar einhverjum minn sem að ræður hérna, það skiptir einhver máli hvernig við líður. Neo, við erum okkar Neo þetta. Ég ætlaði bara að segja, talandi að láta sérfræðingur eitthvað, sko, ekki vera heimahöður að reyna að baka einhverja pítsu. Farðu bara á Neo, notaðu K25 afsláttinn og áttu komið ódýrt að skyndibita líklega á Íslandi ef ekki bara í heiminum, sko. Já, gangi mér og ykkur vel að gera jafn stökka en New York pítsu Savaríka Neo pítsu og fagmyndi líklegt dagsins Not Umberto, auðvitað galið góð en líka bara, ég svolítið bara fyrir bara pepperoni þetta góð pítsa, það þarf ekki að setja mikið á hann Já, og ég talaði við Adam í gær og það nú þinn maður, þið voru að vinna saman í den á Flatey Flatey náttúrulega systir Neo og hann við megum peppa hana en hann talaði að þessi kóði hann væri notaður óspart og við viljum hvetja alla að við vitum líka marga sem eru vesla á Neo og ekki nota kóðan, sína okkur stuðning Neo bróðir Flateyjar Flatey systir Neo ef við ætlum að horfa kynni gera þetta sem þarf auðvitað alls ekkert að gera ég vil allavega alltaf reynt að koma þjóði Orka náttúrunar, nýjar hleðslustöðar á Egilsstöðum Sælar Jú, hafa sett upp nýjar hleðslustöðar við Berjaya Iceland Hotels á Egilsstöðum þar sem alltaf 4 bílar geta hlaðið í einu. Maður fyrir svona 10 ári síðan eða 5 ára þá var bara að tala um eitthvað. Það verður ekki hægt að gera rafbíl á Íslandi, það verður ekki hægt að gera hringinn í landi. Það verður ekki hægt. Orka náttúrunar, hold my beer. Hold my kaldi beer. Hold my kaldi. Að vippa þessu út allt land. Já. Og þú segir, are you not entertained, skilur Haldandi á svona slöngu. Já. Dynot. Ertu að leita þér að sal fyrir veislu? Dynot.is Ertu að leita góðri gjöf? Dynot Rafræn gjafabréf Vantar að hugmynda góðum veitingastað? Dynot Þeir eru nefnilega kóngarnir í dag sko. Og hafa verið það síðan þeir litu dagsins ljós fyrir ekki svo löngu síðan Inga Tinna auðvitað galdrakona og mikill frumkvöld Já, þeir voru náttúrulega vinur okkur í gamla daga líka og veist, þetta bara startup startup Inga Tinna sagði, sástu ásveiningin hjá mig síðast? Nei, þetta eitthvað allt annað startup í dag en þetta er bila vel gert en þú veist, ég er alveg saman þetta er náttúrulega nýsköpun þetta er eitthvað sem hefur aldrei verið gert áður og það er ekki og einmitt, 9 startupum á hausinn þetta er þetta eina Inga Tinna sagði, hold my kaldi Höstrand, kaffivilar njóttu úrvals kaffistunda með lífrann kaffibollum sem að skilja ekki eftir þessi kolefnisspor Nei, einmitt, maður er einhvern veginn bara að hjálpa umhverfinu með að drekka þetta kaffi, sko Já, það er bara nákvæmlega þannig þetta, sko, tvistur í fílan, en ég er ennþá þegar ég fæ mig kaffi, sem er ekkert oft Nei. þá er það Höstrand og þá er það oftast creamy karamell sko. Já, ok
kemur fyrir að maður fari í einhvern lungabolla en... Ég í Rauðrós á hana núna, sko, á mótana. Það? Já. Hann helviti góður. Og takkið líka eftir því að þið leiðið hjá borgartúninu. Kíkið við á Högastrand og svo Viktor Bjarki ofta snattast á Högastrand bílnum, kaffibílnum. Hefur séð hann? Volkswagen svona rúbröð? Já, ég sá hann alltaf bara dálítið að bekknum hjá Víkingi, sko, til að með Íslandsmeistaratitilinn, Viktor. Já, þetta örugglega, ég heldur endur að hann sé káringur. Já, hann var samt að bekknum hjá Víkingi, sko. Já, nei, það er bara káringur. Ég sé eitthvað vitlaust. Já, Högastrand. Svo það Lengjan. Já. Allir að setja á landslið. Já, það var þarna, ef við getum bara sagt það, þetta var leiðilegt á móti Úkraína. Já, en spilum góðan sambabolta. Sorglegt hvernig það fórum undir frökkunum, ég ætti að spila vel. Já, við vorum góður í þeim leik, en leiðilegt hvernig endaði. Ég held að við fá fleiri stígur þeim leik. Flott marki á Alberti. Mjög gott. En Lengjan hvetur fólk til þess að tippa þar og styrkja íslenskt íþróttalíf í leiðinni eða bara áherslu að pundi sitt, aldrei að vita Jú, einn snögg bara þegar þú minnist þarna á Marvel myndirnar sem voru bara í áskrifta góðum tekjum. Sko, ef við bara horfum yfir sviðið sérstaklega í Hollywood þar sem við erum að sjá færri og færri stórmyndir eða sett og meira af kannski dýrari þáttum. Er þetta einhver þróun sem þú syrgir eða er þetta bara fínt? Sko, ég held reyndar, ég ætla að leiða mér á svo bjarsinn, ég held að sko kvikmyndir sé að koma tilbaka núna. Ég held að við erum búin að gangi í gegnum svona svolítinn low point, finnst mér, í kvikmyndagerð, sérstaklega í svona stórum kvikmyndum og COVID náttúrulega reyndist ekki vel. Það er bara búið að vera mjög erfiður tími hjá kvikmyndahúsum og erfitt að fá fólk til að koma aftur í bíó og svo framvegis, en ég er eiginlega alveg viss það að kvikmyndir sé að koma tilbaka og við munum aldrei hætta að fara í bíó, ég trúi því ekki. Það er bara eitthvað svo sérstakt við að fara og kaupa sér popp og kók og setjast inn í sal og upplifa eitthvað með mörgum öðrum manneskjum. En sko, þessi markar er búin að vera rosa skrítin undanfarin ár, af því að það líka var að skríti ástand í sjónvarpshlutanum. Af því að það er búið að vera svona mikið að samrunum og menn hafa ekki alveg vita hvernig það er áskriftamódel að vera, menn hafa verið klárlega undirbjóða, láta þetta kosta of lítið. Það er kannski óeðlilegt að maður borgi $5 eða $9 á mánuði fyrir að fá 200 bíómyndir og þætti í stofuna til sín. Enda erum við að sjá að menn eru að hækka verðin núna og það eru fáir, Netflix hefur haft mjög mikið forskot á samkynsaðalana sína. Þeir náttúrulega fullkomnuðu sitt módel mun hraðar og mun fyrr en allir hinir, en það eru svona alls konar áhugaverðir hlutir að gerast. Það verður gaman að sjá hvað þetta endar. En mér finnst þetta bara, eins og sé, ég ætla að leiða mér að vera bjarsinn frekar en hitt. Að mér finnst að kvikmyndir sé að koma tilbaka. Það gleður mig svolítið, mér finnst ég farin að sjá aftur svolítið af myndum sem eru ekki eins dýrar og það voru og eru svolítið svona skemmtilega skrýtnar. Ég horfði á Weapons daginn sem ég fannst algjörlega mögnuð. Já, hún var góð. Algjörlega frábær. Já. Og þar eru engar, kannski superstjörnur í hlutverkum. Ég menna Julie Garner leikur, hún er frábær þannig mér finnst ég fann að sjá aftur eitthvað one battle after another, það er svona alls konar hlutir sem að gerast. Þannig að bíóhúsin er ekki að fara sömu leið og vídeóspóluleiðunar. Við bara megum ekki leyfa því að gerast. Ég held að því að vídeóleiðunar því miður bara eru barsins tíma, þær mun ekki koma tilbaka, að því við þurfum það ekki lengur. En þó við þurfum ekki bíóið, þá er bara upplifunin, þó þú setja að horfa á 100 tómmu skjá í stofinniðinni, að það er alltaf önnur upplifun heldur að horfa á bíómynd með 500 manns, sérstaklega eitthvað eins og hryllingsmynd eða gamanmynd, þar sem að þú ert að smitast af hinum. Ég fór að sjá hennar, þetta er nú svona, saga sjálfur mér, ég ætla að segja það. Ég fór að sjá Jeepers Creepers í Háskóla bíó, fyrstu myndina. Fór með 2 félögum mínum miðjan dag og hann var svo fyndið eftir myndina, sagði annar félagi mér, sagði bara aldrei mun ég gera þetta aftur. Bara, hvað?
bara, ég hef aldrei, það var svo óþægilegt að sitja við hliðina á þér, af því að þú varst allan tíma bara og ég meina, þú veist, til dæmis fór ég á Scream 1 með kærustunni og var sko öskraði þessa mynd sko en ég öskraði munið eftir Scream 1 munið þetta að hún fer út þú veist, hún opnar hurðina, lappar út á pallin fyrir utan hjá sér og það gerist ekkert, svo fer hún inn lokar hurðinni, læsir og þá kemur gaurinn úr skápnum við hliðina á hurðinni og ég bara og þannig að þú veist ég kannski, þú veist, farið í bíó bara ekki taka mið með nema þið viljið láta ykkur bregða bara af mér en já, ég elska það ógeðslega gaman við bíó herri, ég þarf að halda að vera að spila núna af því mér langar að tala með henni 38 klukkutíma sko Reykjavík Fusion, það komið plöggotninu allir að næra sér náttúrulega í áskipta sjónvarpi Símans Premium, fyrstu 3 þættirnir komnir 3 þáttir komið í gær töluðum aðeins á honum staðsetninguna og þarna, þessi staður heiti Ríó, veit ekki staður á hana þarna, núna er Reykjavík Fusion ég ætla bara að segja þessi þættir byrja allavega ansi vel, ég ætla ekki að spoila neitt en þetta öðruvísi þættir en þegar maður áður séð allt annað en ófærið að ráðherran þetta eitthvað allt annað og ég fíla það mjög mikið ég hef ekki séð íslensk svona efni, mér finnst það geðveikt hvað var við tökum bara aðeins, hvað var konceptið, hvað langaði ykkur að gera með þessu þáttum? Sko, náttúrulega bara Hörður Rúnarsson svona aðalhöfundur, hann og Birkir Blær skrifa, eru kreatorar af þessu efni og Jónas Margeir skrifar eitt handriti með þeim það var alltaf lagt upp með að þetta yrði hratt, visuált og svona meira út í kannski action heldur en svona myrkur svona þetta skandinóar sem við höfum gert sem ég elska sjálfur og þú veist, ég held að ég má genga með að segja þú veist, að ófærð rosa mikið svona skandinóar og gerir það bara rosalega vel en þarna langaði okkur að reyna að setja svolítið nýjan tón þú veist, mikla liti, hraði og við gerðum ýmislegt til að láta það rætast við fengum svokallaðan Ukraine sem rauninni bíll sem með kvikmyndakrana ofan á sem svo stjórnað sérstaklega og það þýðir að þeir eru að skjóta svona bílaskot eða bílaeltingaleiki það bara breytir alveg rosalega miklu þar það gera það svo miklu meira lifandi og miklu þetta mjög vel hefnað sko þú veist að sjá Hafnartorgið, það geðveikt og við erum náttúrulega með, þú veist einn flottasta bara tökumann í heiminum við erum náttúrulega Óttar Guðnason þú veist, hann í sérflokki sko, náttúrulega bara sko til dæmis Eiðinn fyrir Balta en hann náttúrulega hefur gert sko endalaust mikið af auglýsingum og eitt fremsti sko bíla-auglýsinga tökumaður í heiminum þetta maður bak við tjöldi sem fái vita en mjög framalega á sínu sviði í heiminum gott að gefa hann satt þú veist, hann og það var náttúrulega bara sko jaðraðið kraftaverk að við fengið hann til að taka sér þennan tíma hann örugglega að tapa svo miklu peningum og vilja þessu en hann tók sér þann tíma til að vinna með okkur í þessu og hann gerði það ekkert síst af því að við fengum 2 frábæra leikstjóra Samúel og Gunnar kalla alltaf Samúel og Gunnar en sem að hafa ekki gert leikið efni áður þeir hafa gert örugglega 500 auglýsingar og svolítið eins og Óttar þá eru þeir sko heimsfrægir auglýsingarleikstjórar að hafa unnið út allan heim með sko stærstu vörumerkjum í heimi og ég hef gert með þeim nokkru sinnum auglýsingar ekki á mínum ferli og við hefum alltaf talað það svona öðru hverju bara, já við erum að gera eitthvað saman við erum að gera eitthvað svona leikið svo bara þegar við vorum að vinna og þetta fyrir Reykjavík Fusion og þá bara vorum við að tala hvaða leikstjóra við þyrstum að fá og þá bara voru Samúel og Gunnar bara mjög ofalega á blaði allavega að fara að tala við það og sjá hvort þeir hefðu áhuga og ég hugsa að þeir hafi svolítið eins og Óttar tapað fullt gaman að vinna með ykkur en mér finnst þeir skiluðu þessu alveg ótrúlega vel heim í hús og ekkert bara þeir auðvitað náttúrulega bara allir sem að koma að þessu veist, búningar og smink og lýsing og allir en
en þeir eru þetta fólki sem að leiði bátinn og svona stýrir og taka aðra með sér og ég alveg ótrúlega ánægður með þeirra vinnu. Ég vona að fólk verði ánægt í lokin, að þeir eru búið að sjá alla þættina, en ég alveg saman að ég hef séð fyrsta þáttinn nokkuð oft og mér finnst hann ennþá skemmtilegur. Ég finnst hann ennþá spennandi og svo náttúrulega eru frábæri leikarar í þessu, Hera Hilma sem náttúrulega bara æðisleg. Ég hef aldrei séð Heru gera svona hlutverk. Nei. Ég var heillengi að tengja að þetta væri hún. Hún svo ógeðslega góð og gerir þetta svo vel. Sko. En svo auðvitað bara hinn í leikararnir líka, Þröstur og Gói og Lára Jóhanna. Sko. Og við erum með frábæra unga leikkonur og leikara, Atli Fjallar sem svona að fara að koma inn núna. Veit ekki hvort hann komin inn í 3. þætti. Held ekki. En hann leikur frekar stórt hlutverk svona undir lokin á seríunni. Og svo náttúrulega Molly og Iðun sem eru báðar núna komnar í leiklistaskólan, í listaháskólan, í leiklistadeild og þær eru algjörlega frábærar og svona Önnu Birna Backmann sem leikur hérna kokk sem vinnur með karakterinn mínum og bara, og svo margir aðrir. Mér svo áhugavert að tala með einhverja kokka frá Húsvíl og þetta er bara alvöru matur, þetta er bara alvöru, ég hefði haldið, aftur þarna er að koma einhverja dítera sem ég held kannski að mögulega það maður ekkert fatta eða hvað? Nei, Þráin á Óks býr til matinn og matseðilinn á Reykjavík Fusion og fólk getur farið á Zoom-mag og borðað núna Reykjavík Fusion matseðil sem mjög skemmtilegt. Geðvegt. Og en hann var oft uppi að gera og var í tökum á meðan strákarnir í Hóseló voru að elda matinn fyrir pródúsjónuna. Ég hef aldrei, hvorki fyrr né síðar, séð á morgnana alla hópast saman við að borða samlokur, því að samlokurnar voru bara út úr þessum heimi. Og ég meina bara sem gott dæmi, síðan lokamáltíðin í pródúsjónunni var fekk hver og einn sína eigin beef Wellington steak. Þeir eru náttúrulega í heimsklassa bara yfir veitingahús og það að fá að vinna með þeim og fá þá til að elda skiptir svo miklu máli þegar maður er að vinna í svona hlutum. Við vinnum þegar við erum að gera í tökum á þáttum, þá erum við ofta að vinna yfirleitt allavega 12 tíma. Við erum að reyna að minnka vinnutíman, að reyna að gera þetta fjölskylduvænna en það gengur misvel. Stundum erum við að vinna 6 daga vikunar, þá bara skiptir maturinn öllu máli. Ef maturinn er góður, þá er þetta alltaf jafn erfið vinna og þetta er alveg vinna, en þá vorum miklu skemmtilegri. Þá bara gengur okkur miklu betur að tala saman og vera saman. Við varum eftir þetta daginn, við tekum Sóla og Karin í þáttinn. Ertu sammála þeirra nálgun að vera með 1 þátt í viku saman við að droppa þessu öllu saman? Ég er sjálfur rosa mikið fyrir að horfa á allt í einu. Já, líka. Ég skil þetta. Þetta er líka bara, það er mjög áhugavert hvað allir eru eiginlega farnir þangað aftur. Já, en þú nærði að teygja lopan með henni. Þú nærði að teygja lopan eða líka, gaman að sjá að þú getur búið til eftirspurn. Ég sá það til þeim sem er Severance, að bara með hverju einasta þætti voru bara komnar alls konar tilgátur hvert þetta er að fara, hvað er að gera, hvaða persóna þetta, þessi og þú færð það ekki ef þú bara setur allt inn í einu og þá sá ég bara, þannig ertu bara komið kaffivélina bara á alheimsvísu, það eru bara allir að horfa á sama þáttin og sama tíma. Þannig ég skil það og ég skal viðurkenna núna kom hann að Alien Earth sem að Ugla Hauks leikstir í 2 þáttum af seríunni Alien Earth sem að koma á Hulu og ég horfði á 1 þátt í viku og ætla bara að segja, gefa shoutout á Uglu því að hennar þættir voru frábærir í þessu seríu og þessi seríu var mjög skemmtileg. Þetta reyndar þeir eru svona, ég veit að þú lifir skemmtilega lífi en ég er bara vennilega fjölskyldufæður ég finnst frábært bara að vita, það var komað nýr þáttur, ég er bara gamli skólinn. Ég held að, og ég enn og aftur talandi bíóið, ég held að þetta sé gott dæmi, því að þetta var alltaf svona kom 1 þáttur í viku, svo kom Netflix setti alla þættir inn. Eyðilögur? Já, nei, ég held nefnilega ég var tilfinningunni að mörg okkar eru bara, nei, þetta er miklu skemmtilega að fá 1 þátt í viku, akkurat og bara láta sér hlakka til nei, nú erum við að fara að setjast niður og horfa á næsta þátt. Já, það maður hugsa til dæmis bara ekki að sjá, það eru oft komið til okkar venlegt fólk, Júlíana Sara og Vala Kristín, maður hugsa bara einhvern veginn þær droppu öll í einu sem bara geðveikt, en svo er þetta bara einhvern veginn
maður tekur þetta kannski bara 1 kvöldstund, svo bara dálítið búið, maður hugsa bara kannski 1 eða 2 eða 3 ára að vinna hjá þeim og maður kláraði þetta bara okkur klukktum, þetta bilað. Sko, það eitt, ég ætla að koma í játningu hérna. Darri náttúrulega okkar fremsti leikari og okkar uppáhaldsleikari. Sko, Severance, þegar ég var undirbúin fyrir þennan þátt. Takk að banda ekki manna þetta. I'm such a huge fan. Sko, ég vissi ekki að því að ég þarfst upp á Severance eftir 3 eða 4 þætti og ég náttúrulega alltaf að fara að horfa núna, fyrst að minn maður að mæta það meginn. Sko, ég náttúrulega sá bara 8,7 MDB, geðveiki leikarar og annað. Mér fannst þetta bara svo grillað og steikt að ég kom ekki haustum mínum í gegn, kannski ég svona einfaldur eða eitthvað, en þetta svo grillaði þættir. Ég bara alls ekki einfaldur. Þú veist, ég held að maður stundum þarf að vera í ákveðnu skapi eða ákveðnu stað til að geta tekið þátt í verkinu. Og þú veist, Twin Peaks finnst mér gott dæmi það. Þú veist, ég get ekki hort á þú veist, ég hef hort á marga myndir eftir David Lynch og ég get ekki sagt þér í rauninni hvað þær eru endilega eða ég get bara sagt hvað ég held að séu og mér fannst það kom mér og ég held að ég geti sagt öllum á óvart hversu mikill hittari Severance var af því að ég held að enginn hafi trúað því að fólk myndi vera til í að eyða svona miklum tíma og orku í eitthvað sem krefst svona mikils af þér af því að sko og það gleður mig af því að menn hafa verið að segja rosa mikið bara, nei, þetta þarf að vera einfaldara, miklu skiljanlegra, það þarf að segja áhorfendur allt. Það bara ekki þannig. Stundum vill maður bara setja sér frá sjónvarpið og þú veist, hvað allir ég sé mun að horfa oft á Office-seríuna, þú veist, en amerísku, ekki ensku, því að enska bara, þú veist, það ennþá erfitt að horfa á hana, en amerísku, ég held sér búin að horfa á hana í gegn svona 5 sinnum. Friends 5 sinnum stundum maður bara á þeim stað maður vill bara koma heim og setja á The Office eða eitthvað sem manni líður vel og skilur bara og fyndi og skemmtilegt en kannski ekkert að koma maður mikið og óvart lengur en það samt manni líður vel en stundum vill maður líka setjast niður og segja bara, herru, nú vil ég láta aðeins að hafa áhrif á mig og gera þetta aðeins erfiðara og ég held að, þú veist, eins og ég segi, þegar Severance kom út, þá var það svo mikill hittari að ég held að enginn hafi trúað því að þetta við gætum bara dottið aftur strax inn í eitthvað svona. Því að það búið að vera, eins og ég segi, að segja rosa lengi á þessu markaði bara, nei, það þarf að vera einfalt, maður þarf að skilja allt. Þess það var sem við Weapons frábær, af því að hún útskýrir eitthvað, en hún útskýrir samt svo lítið. En ástæðan fyrir að ég byrja á Severance, af því að þú veist hvað við gerum við byrjum að brjóta með og svo byggja það upp sko, af því að svo eru aðri þættir sem ég byrja að horfa á daginn og ég vissi ekki okkar maður að vera að leikið þeim sem eru, hlustendur, skrifir hún hjá okkur, stoppið bílinn. Þú tala mjög mikið þetta Your Friends and Neighbors með John Hamm. Þetta eru bestu þættir sem ég hef séð. Geðveikir og sko, mér varst það geðveikir, svo mætti Darri að neinn. Sko, ég verð að byrja að spyrja hversu mikil kongur John Hamm? Frábær, algjör gæðablóð. Engi stjörnustæl. Nei, ertu að djóka? Bara, þú veist, hérna númerið mitt og bara, þú veist, hann algjört indi og ég svo gladur að því ég elskaði Mad Men og mér finnst John Hamm bara frábær leikari, ég hef alltaf haft mjög gaman á hann og það gladdi mig svo mikið að hann var akkurat eina af þessum manneski sem bara eins og ég hélt að maður en þessi þættir eru frábærir. Og þeir gera þetta með þessi eitt sem ég veist áhugavert í þessum þáttum, það mjög erfitt að gera efni mjög efnað fólk af því að við erum eðlilega, kannski, og ég held eðlilega, sko fólk sem hefur komist mér langt í lífinu eða komist á einhvern stall sem flest okkar væri til í að vera á, það að segja, þú veist, þú getur keypt eins og eitt atrið þegar það að laga bakgarðin hjá þeim, manstu, og það kemur upp svona, það kostar $200,000 meira eða eitthvað sem eru sko 30 milljónir og það bara talað um það eins og þið bara, já, er þetta eitthvað mál, þú veist, og fyrir flest okkar þá erum við bara 30 milljónir, þú veist. Í garði. Nei, en það sem svo frábælega gert í þessu þáttum það að hún Jonathan Dropper sem svona aðal höfundurinn, hún text ekki bara að láta okkur fá samúð með þessu fólki, heldur við áttum okkur á því hvað þessi heimur ofboðslega
þunnur. Man heldur að þau séu svo hamingjusöm og allt upp á tíð. Og það svo ógeðslega flott alltaf akkurat þetta, þessi taska kostar $50,000 og bla 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 og við sjáum þetta endalaust í lífinu, þú veist, á Instagram og við erum að sjá fólk, þú veist, oft mjög ungt fólk sem að, þú veist, með ykkur að Louis Vuitton töskur og ég bara fæ bara, þú veist, þau eru efna á þessu. Líka eftir. Ég hef það ekki, skilur. Mér þú veist, það við búum í ákveðnu samfélagi sem rosa mikið núna, sérstaklega með social media, þá þetta alltaf einhvern veginn in our face, við erum á einhverju 5 stjörnu hóteli og nú ég einhverju cruise sem svona flott og þetta og ég held að það býr til svona ákveðin óraunveruleika í líf okkar. Þess vegna fannst mér þessi sería svo frábæra því að hún sýnir þennan óraunveruleika en hún sýnir okkur nákvæmlega hvað þetta fólk lítið meira hamingjusamt en við hinn og glímir við vandamál sem eru bara ömurleg líka. Já, mér finnst bara ömurleg að ég búin að sjá þessu seríu. Ég hef orkinni sjálfur mér að vera. En það að koma season 2. En það? Já. Yes, djöðlega. Frábært að fá þetta. Sko, við getum tekið Severance, við getum tekið Your Friends and Neighbors, sko, þar, nú þetta orðin nokkuð stór prófíl, þar maður samt bara mjög stór prófíl, þar maður alltaf að fara í prufur, eða eftir orðin það stóra það bara útklár. Ég fer oft í prufur. Já, og oftar en ekki fer ég í prufur. Þú bara skeri karakter í þessum þáttum. Já, ég reyndar þurfti ekki að vera í prufur fyrir þess að þetta. Nei. Og þarna kom aftur, þú veist, þarna var fólk sem ég hafði unnið með áður. Ég gerði þætti sem heit Banshee fyrir mörgum árum. Já. Það var Jonathan Dropper sem hann bjóð til þá þætti sem býð til Your Friends and Neighbors og þar var leikstjóri sem heitir Greg Tanis sem ég gerði aðra þætti með sem heitir Quarry sem eru æðislega þættir sem því miður var bara gert 1 season af en þar til með varð til vinasamband þannig að þeir bara höfðu samband og voru bara heyrðar við erum með einhvern karakter sem okkur langa að sjá hvort að þú hefur áhuga að leika og það náttúrulega ógeðslega gaman en maður fær það en ég hef ekkert á móti prufum af því að ég hef stundum sagt sko, maður má ekki gleyma því þú ferð í pröfu til að þú veist, reyna að heilla leikstjórann og framleiðendun og allt það fólk en þú ferð líka í pröfu til að pröfa hlutverkið og pröfa því í hlutverkinu og það ekki þannig, ég trúi því ekki að öll hlutverk séu fyrir alla leikara það ekki allir réttir í öll hlutverk það mín skoðun þannig að þú veist, það koma hlutverk ég hef fengið hlutverk sem ég hef hugsað svona kannski ekki þetta er ekki, ég kannski ekki alveg réttur í þetta og oftar en ekki hef ég verið bara þetta gengur eitthvað illa að samfara sjálfa mig ég leika þetta hlutverk og ég get sagt ykkur að það sko, maður myndi halda að það væri akkurat fjöldamorðingjarnir eða hræðilega fólki sem maður hefur leikið, nei, ég finn það bara inn í mér bara, nei, þetta hér á ég heima en nei, þú veist, það ótrúlega hvað maður upplifir það að stundum bara gott að fara í pröfu og komast þar niðurstu að það kannski bara hendar mér ekki eða bara, þú veist, mér langar ekki að gera þetta Hefur þið farið í pröfu og bara án þess að fengi afsvar frá hinum aðalum og sagt bara, þetta hendar mér ekki Ég hef einu sinni gert það Já, ok, áhvert Hvernig var það? Það fyrir nokkrum árum síðan Ég vil ekki Hann svo þú lefur En ég fór í pröfu og ég hef líka lent í að vera beðin að koma í pröfu og ég man einhvern tíðan var ég beðin að koma í pröfu og ég sagði ég las handritið og ég var bara ég held að mér langi ekki að leika þetta Nei og viðkomandi þá sagði viðkomandi bara þú þarft ekki að koma í pröfu sko en þá var ég alveg bara nei, þú veist, en það snýst þetta ekki það ég bara, og ég held að það skipti var þetta einhver svona nínasisti eða eitthvað svona og ég fann bara inn í mér að mér langa ekki að fara á hana stað ég bara, sálarlífið bara bauð ekki upp á nínasistan þannig ég var bara, þú veist, ég ætla bara ekki og þessna hef ég oft sagt sko menn megi ekki móðgast ef þú vilt einhver pröfi og viðkomandi vill ekki pröfa þá má maður ekki móðgast yfir því Já það bara Zlatan doesn't do trials Nei, kerður eins og Fiat Já En sko, þetta samt kemur inn á áhugaverðan punkt hvort það taki mikið af sálatetri að setja sig í spor ákveðna hlutverka og mér langar að spyrja þig sko, annars vegar því þetta spurning sko, hvaða hlutverk
hafði svona djúpstæðustu áhrifin á þig, eitthvað svona eftirminnilegt og síðan líka eitthvað sem var síðan sem þú tókst þig og fékkst eitthvað hlutverk sem var síðan mjög krefjandi og það maður svaraði það. Já. Sko. Já. Ég held að, þú veist, þetta svo góð spurning, sko. Já, hún heldur góð. Sum hlutverk nefnilega, sko, ég yfirleitt vinn þannig að ég ekki í karakter á milli taka. Ég yfirleitt bara að segja brandara eða hafa gaman og stundum þarf ég að passa mig að því að sumir leikarar vilja vinna þannig að þeir séu rauninni bara svona í persónunni og Í sóni bara? Já, ég þarf stundum bara að passa mig að því ég má ekki eyðileggja fyrir öðrum. Ég hef oft sagt, sko, mér finnst bara sem leikari þín aðferð til að leika, þú má bara hafa hana eins og hún skilju. Ég stundum nefnt dæmi að ég gerði eins og mynd sem hét og hvað minn almáttur XL og þá var ég að vinna með Þorsteini Backman og ég man að við vorum báðir að leika svona, þú veist, hann átti að vera svona smá kókaður og ég átti að vera ógeðslega fullur og við höfum alveg svona gjör ólíkar aðferðir við að koma okkur í karakter eða bara byrja sinna, en svo bara þegar við settumst inn þá bara byrjum við sinna og vorum bara saman í henni, þú veist, á jafningjagrundvelli og það finnst mér frábært, þú veist, og það bara Þorsteinn með sína aðferð, ég með mína aðferð og svo eru bara allir með sína aðferð og mér finnst bara þín aðferð má vera eins og hún má bara ekki skemma fyrir hinum. Þú veist, þú mátt ekki taka Jared Leto og vera að senda fólki, þú veist, döða rottur í pósti eða það ekki, þú veist, fyrir mér, þar einhver staðar mörkin. Þú veist, þannig ég þarf að reyna að passa mér stundum að vera á staðnum, leyfa öðrum og ég finna svona, ég þarf að minna mig meira á það, því að mér finnst rosa gott að hoppa út úr því sem ég að gera. Þú veist, farin, leika og koma svo út og fara bara að tala akkurat, þú veist, bara að hlæja eða gera grína einhverju. En það bara, þú veist, misjant fyrir bara to each his own. Hafandi sagt það, þá eru alveg ákveðin hlutverk sem að hafa mikil áhrif á mann og ég hef lent í því að til dæmis ef ég ekki heima á mér og ekki bara að koma heim til fjölskyldunar, þú veist, þá hef ég lent í að ekki festast í karakter en svona, þú veist, að það verður svona gengur mikið á, skilur. Þá hef ég alveg orðið svona smá þungur eða þunglindur og ég þarf alveg að passa mig, sko, að maður stundum smitast af, sko, andrúmsloftunum sem maður í. Varstu lengi Þröstur Hjörtur? Elsku Þröstur, hann var dásamlegur. Ég hef alveg verið til í honum. Ef ég bara fengi að hafa Pétur hjá mér, þá hefði ég getað verið það bara út ævina, sko. Nei, þú veist, ég á eina góða sögu sem að, þú veist, ég gerði leikrit í Þjóðleikhúsinu sem hét Rambo 7 og þar lék ég karakter sem kallaði sig Pési Píkusson og Pési var spýtsali og alltaf út úr spýttaður og alltaf í tómutjóni í lífi sínu og þetta var leikrit eftir Jón Atla og Egill Heiðar Anton Pálsson leikstýrði og þetta voru ég og Gísli og Óli Egils og Nína Dögg. Við vorum 4 að leiki þessu og þetta var, þú veist, þetta var frábært tímabil af því að Jón Atli svo æðislegur listamaður, hann einhvern veginn var bara þetta bara leikriti mitt og það bara svona grunnur af því sem þið get gert. Svo bara fórum við bara á spunnum og bjuggum bara til sýningu og það var ógeðslega skemmtileg sýning. En ég einhvern veginn endaði karakterinn minn sagði fokk í sko sirkabát öðru hverju orði. Örugglega bara nánast í hverju orði. og ég, þú veist, hann gekk og bara fuck it, og þú veist, ég man einhvern tímann sko á sýningunni sló ég einn áhorfand það var einhver áhorfandi ekki að hlusta á mig og ég sló hann svona í hausinn og hugsaði bara, ok, þannig mörkin á því sem má gera í leikhúsinu og þú veist, í annað skipti man ég skreið upp í fangið og einhverjum áhorfanda og lét að hugga mig að því að Pési átti bágt og allavega, ég var að leika þetta alveg og sama tíma var ég að gera börn og foreldra með Vesturporti og Lovísa kona mín hún hafði farið og var að vinna einhvers staðar í Noregi eða eitthvað og var í burtu í svona mánuð og þannig ég var
aldrei að núllstilla mig, ég átti ekki börn, en ég kom bara heim og ég fattaði þetta ekki, en svo bara, þú veist, Lovísa komin heim og einhvern tímann var á sjónvarpið og ég eitthvað með fjarstýringuna og hún virkar ekki og ég bara, what the fuckity fucker, og svo bara tek ég kast á fjarstýringuna og það varð til þetta heima okkur, svona saying sem var bara herri Pési, farið heim. Það að segja, þú veist, bara þú ert ekki velkomin hingað. Og þá gerðist þetta öðru hverju, þú veist, þá tók ég svona brjálaskost yfir engu og þá fattaði ég bara að ég hafði, þú veist, náttúrulega bara að vinna eins og brjálaðingur allan daginn og kvöldinn og bara, og í einhverju svona spunasýningu og bara hafa ógeðslega gaman og þá bara hafði ég tekið þessa persónu með mér heim og hverju einasta kvöldi og að því ég hitt ekki inn en aðra mannesku, þá bara núllaði ég mig aldrei út. Þá var ég örugglega bara alltaf heima á mig bara elda, þú veist, ég veit ekki, sjóð pilsur og bara what the fuck, ákveð fucking pilsur þú veist, það hefur örugglega verið mjög fyndið að sjá einhverjar myndbandsauðtökur af mér heima á mér en já, það, þú veist en yfirleitt, þá finnst mér ég laus við þetta, ég ekki í persónunni, hún þvælist ekkert fyrir mér en auðvitað koma, þú veist, stundum maður að leika rosa dökka hluti eða þú veist, eins og í ráðherranum, þú veist, hann gengur í gegnum rosa erfiðan tíma þar sem hann mjög paranoid og þú veist, það hefur alveg áhrif á mann. Já, við erum komin í 90 mínútur pluss uppbót, það náttúrulega alltaf uppbót tími í fótbolta. Þarna, hversu mikilvægt fyrir manni þín gera að vera með góðan umboðsmann? Það skiptir bara skiptir það meira og meira máli eða minna og minna máli? Svo ekki máli, en sko, þetta bara góð spurning af því að þú veist, það skiptir alveg máli að vera með góðan umboðsmann en maður má ekki halda umboðsmaðurinn, hann gerir bara svo mikið fyrir þig. Þú veist, góður umboðsmaður getur kannski komið í sambandi fólk að opna einhverjar hurðir sem að ekki allir geta gert en maður má ekki gleyma því að þú berð samt ábyrgð á því sem að sko, það þú sem ferð og selur þennan pakka, þú veist, það engin umboðsmaður sem segir bara, þú verður að heita hana leikara og þarlegandi ertu komið hlutverk og málið afgreitt, það ekki þannig. Þú þarft að svolítið að passa upp á það að treysta ekki bara á það, ég með rosa góð umboðsmann, þannig ég þarf ekki að pæla í þessu meira, það ekki þannig. Maður þarf að leggja rosalega hart að sér. Það, þú veist, kannski að fá umboðsmann eitt skref af 15, skilur við. En ef þú mætir ekki réttum tíma, ef þú kannt ekki textan, ef þú ert ekki undirbúin, ef þú ert þunnur eða þvullur í vinnunni og svo framvegis og svo framvegis og svo framvegis, þá þetta allt hluti sem telja mótið þér. Og þá skiptir mig engu máli hver umboðsmaðurinn og sko, þegar fólk segir góðan umboðsmann, mér finnst ég að vera ótrúlega heppinn þegar ég kynntist umboðsmannum mínum í London. Ég á frábæran umboðsmann líka í LA, en ég búin að vera með sama umboðsmannin í 15 ár í London. Þetta John Grant. Og mér finnst það að vera frábær umboðsmaður af því að við höfum þetta voru aldrei snúist bara hversu mikinn pening ég geti grætt eða, þannig við getum alltaf talað bara hvað mig langar að gera. Ég gleymi aldrei, ég hringdi hann og sagði að það var búið að bjóða mér að leika Hamlet og mér langaði ógeðslega að segja já og hann sagði bara já, mér veistu að vera að gera það. En það var Hamlet á Íslandi, skilur við. Það þýddi bara að ég var að fara að hans markað í einhverju mánuði. En hann var á peppaði í að gera það? Já, auðvitað. Af því að hann er að hugsa bara, þú veist, hvað held ég að myndi gera Dara glaðan eða, þú veist, þannig að, og hann hringi stundum í mig og segi bara, þetta að biðum að leggja þessu þetta svona drasl, en ég meina að við getum kannski fengið einhvern pening, skilur þannig að hann alltaf að tala einhvern veginn sannleika við mig og ég kann mjög vel að meta það. Ég náttúrulega bara þarf ekki umboðsmann til að, þú veist, ég þarf engan til að hringi mig og minna mig á ég sé að fara í flug eða passa upp á eitthvað annað í lífi mínu. Þú veist, sumir þurfa bara að hafa einhvern sem að þeir geta hringt í 24/7, ég þarf það ekki. Og mér finnst stundum sko þessi umboðsmanna umræða stundum vera á villigötum og mér stundum fólk vera að leggja ómikla áherslu að ég verða að fá mér umboðsmann. Ég myndi segja að fólk þarf að leggja áherslu á að einhvern veginn að vinna, að fá reynslu, að sýna fram á að það sé eftirsóknarvert að vinna með þér. Þegar ég hugsa tilbaka, þú veist, við erum búin að ræða nokkur af þessu hlutverkum núna, að
mjög mikið af þeim hlutverkum sem ég fæ eru aftur og aftur, þú veist, það er ég búin að vinna með fólkinu áður, þú veist, eða þá að ég lendi í því og ég man til dæmis að í Banshee, þá Jonathan Dropper, þú veist, þá hringdi hann í leikstjóra sem ég þekki mjög vel, sem ég hafði unni með og sagði bara, hvernig er hann? Þetta er góður leikari. Hann er frábær leikari og ógeðslega gaman að vinna með honum, hann er rosa næs persóna. Og þá var bara Jonathan Dropper bara, heyrðu, Darri, þú ert að vera að vinna með mér. Skilur, og þannig, það er það sem maður á að hugsa. Þú veist, jú, það er alveg fínt að fá góðan umbósmann, en það er bara eitt af 15 hlutum. Bara, þú verður að vinna og vera að leggja rosalega hart að þér, því að það er svo margir sem vilja leika, margir sem vilja fá að vera, þú veist, margir hittuna í öllu, bara verður maður svolítið að delivera og standa sig. Já, klart. En það sem við erum að fara að gera núna beint eftir þáttu, við erum að fara beint á Hard Rock, fá okkur nokkra kalda og horfa á leikinn. Já, heima öllu fótboltans líka. Ólaður Darri kemur með okkur. Málið það að sko Hard Rock, þetta koktelarnir, góðir. Geðveikir, hann að stél. Og það vita allir hvað hambúrgarnir eru góðir. Þeir eru heimsfrægir fyrir hambúrgarnir. Já, þeir eru búin að vera að gera, talandi með eitthvað Hold My Beer dæmi, þú veist, þeir eru bara varist eftirlíkingar, skilur. Já, en andrúmsloftið. Geðveikt. Já, en þetta er bara svo rúmgott. Það er hátt til loft, það er langt á milli borða, þú ert einhvern veginn aðleitn og útsýnið frábært. Færið þinn þjón líka, sem er geðveikt, sko. Já, okkar hétt Jesus síðast. Já, smámeri. Já, kongur, Barcelona. En frumeri, allir með 0 í endastaf. Já, en 0 núna, já. Já, þetta er að drífa sig í skoðun. Svo náttúrulega er, í 11 og 12, það er, 1 og 2 er í janúar og febrúar. Málið er að maður getur alltaf farið í skoðun, maður getur farið undan í skoðun og... Er ekki bara fínt að vera búin að þessu? Jú, nei, það er ekkert að bíða eftir. Það er bara að kíkja ánga, að fá sér bolla og spjalla við horra og spjalla við þessa konga í fruminu, sko. Já, þeir eru þetta með skoðanir, prófanir og aðra tengda þjónustu. 30 starfstöðar. Já. Takk. David Jones. Já, Þorvaldur, hann er í eldhúsinu. Já, hann lætur sig líka bara ekki vanta í almenna þjóðfélagsumræðu, sko. Nei, Freyserinn. Hann er rosalegur, sko. Honum er ekkit óviðkomandi, sko. Nei. Ég er svolítið búin að endur upp þetta afturvið mín á Sour Cola. Já, Sour Cola er mjög gott. Það er bara þrælgott, sko. Já, ég hef ekki smakað saltlakri sinni svona 1-2 mánuði, sko. Nei, og ég ætla bara að segja fyrir mitt leiti, saltlakri sinn með salted caramel peanuts. Já. Gengur ekki, ég prófaði það. Ok, gengur ekki. En aftur með sko Sour Cola, Fizzy Bottles, ótrúlega gott og þetta klassiska lakris og jarðabær. Já, geðvögt. Þannig að svo er það kemi. Bílaperur í úrvali. Alla gerir ökutækja. Já, það var nú eitthvað að hlæða mér í vinninni í dag því ég mættur á nagla, sko, og það er náttúrulega bara 20 gráður út eða það, sko. Já, en ég sagði, sko, allir var en góður. Ég sagði líka bara beating the traffic, skilur, og það er alltaf sama með kemi. Ekki mætaði kemi þegar það er rauð á dyrum og allir að kaupa sér nýja rafkemi eða eitthvað. Verður bara búin að gera þetta. Við eina sem við vitum er að veturinn, hann mun koma. Það er bara akkurat það. Varavíkunar er Reykgriman fjölnota, kólagrima, FFABEK 1P3R. Já, svo getur alltaf kveiknað í húsinu niður, sko. Og hún er að 10.812 krónur í dag. Kemi er svona geðveikt fyrirtæki fyrir þá sem er alltaf hrættur að segja koma heimsendir. Þá getur fengið allt í kemi. Allt í bunkerinn. Já, og síðast en alls ekki síst, þá er það Eagle Golferir, maður er búin að vera að þurfa aðeins að stappa inn í stálunlega eftir að þeir voru alltaf bestu vinni play og þið getur bara að sé þá ferðunum þeirra á heimasíðinu þeirra að þetta var mjög play-driven en ég veit að Árni í Eagle er búin að vinna hörðum höndum að því að endurbyggja plattformið og er aðeins að breyta ferðunum og eins og við erum búin að tala í síðustu þáttuleifur að ekki taka sénsinn, bóka sjálfur flug, bóka sjálfur hótel, af því að þá ertu bara fucked ef eitthvað svona gerist. Þarna ertu bara græjaður, sama hvað. Fyrir utan að bókar Eagle Golfin, veistu hvað er eina sem þú ert að pæli? Mæta með passa hann bara flugvöll. Loka spurningur mér svo leipið þegar bara, sorry, hvað maður handaði lengi þetta er eftir mál. Mér langar að spyrja, sko, erum ekki mann að gefa nýja framlæstu fyrirtækina sjátt sem að ACT eða ekki? Akt 4, jú. Já, sorry, Nei, bara Akt 4. Já, lastu þannig í dag. Þetta er mjög fyndið nafn. Þetta er svona... við vorum með tvíhöða í síðasta þætti hjá okkur, Sigurjón búin að fara baka myndaðalina, hann elskar það, Gnarr er náttúrulega aðeins aðeinsjúkur, hann vil vera ennþá í myndaðalina, sko. Ertu að horfa okkur stefnubreitingu eftir einhvern tíma eða ætlar bara að vera hybrid? Sko, ég elska framleiða. Mér hefur alltaf fyndist það rosa spennandi og skemmtilegt. Ég er núna að skrifa svona fyrsta skipti, svona alvöru skrifa einn í herbergi sem er algjörlega terrifying en ótrúlega skemmtilegt líka.
mér kannski að fullorðnast að einhver leiti. Ég ekki að fara að hætta að leika, ég sé það ekki fyrir mér. En mér finnst að hafa tekið þátt í Akt 4, við erum búin að vera fyrirtæki núna í rúm 2 ár og erum búin að gera núna 2 seríur. Við vorum að klára tökur á seríu sem heitir Bless Bless Blessi, sem að kemur á RÚV á næsta ári og þetta búið að vera ótrúlega mikill skóli og skemmtilegu skóli að vinna með þessum 3 frábæru partnerum mínum í fyrirtækinu. Við höfum allir held ég lært mjög mikið bara í svo mörgu en ég að vona bara að þú veist, við getum bara haldið áfram og mér finnst mjög gaman að fá líka kannski að ekki að vera alltaf fremstur fyrir miðju sko. Mér finnst það bara mjög skemmtilegt og ég hlakka svolítið til að sjá hvað verður þetta verk sem ég að skrifa, þannig Stórabróður og hvert mitt hlutverk verður þar af því að ég ekki að skrifa þú veist hlutverk fyrir mig. Nei. En ég örugglega mun leika eitthvað smá hlutverk, kannski ég finn einhvern perra sem ég kasta saman inn í. Nei, sorry, ekki málið. Blessa. Nei, hvað segir þið? Það er að taka henni mynd. Gæti hún ekki. Herðu, skemmtilegt til þetta. Ég elska þetta. Það ekki? Jú. Þetta í gangi hérna. Nei, ég vissi hvað þetta ég vildi bara segja hæ. Ég vildi, ég var svo, ég að trufla. Nei, ég er Oktoberfest, eða? Já, við erum að fara að veistustýra. Ó, en skemmtilegt. Ég rétt passi þetta sko. Þú ert ógeðslega sætur í þessu. Ég gæði þessu svona að Arni, veistu. Hvað langt ég búin að sjá þau? Já, mjög langt sinni, sá þig líka. Til hamingjum nýðu þættina. Já, takk. Ég ekki að trufla þetta. Nei, Við erum í myndið ekki. Þetta var stórkostlegt. Það ekki? Jú. Ég ekki að auka þess Arni, Ólafur Darri að þau. Verður ekki að trufla Ég var ekki. Gaman að sjá. Sömulegis. Saknaði. Ég saknaði líka. Við verðum að fara að hittast. Kaffi. Endilega. Let's go. Ok. Gaman að sjá okkur. Bye. Lítið vel út þar. Já, takk. Ég veist það sætur í allar. Þetta verður aldrei gert sem Þetta var skemmtilegt. Já, líka í búninu þetta var geðveikt. Mjög skemmtilegt. Takk henni mynd. Við fengum hrikalega margar og skemmtilegar spurningar frá reyndunum. Heldur betur. Og þakka þeim kærlega fyrir, þeir eru auðvitað hnýttir og skemmtilegir. Ég ætla að einskora okkur við spurningar sem hægt að svara nokkur hratt og það allt í góð. Og svo tökum við Svo er þetta bara áfram Ísland á móti Úkraínu. Það spurningarnar líka, já. Lukas Leó rýður á að og spyr hvernig var tilfinningin að hafa Ariana Grande leikandi á brjóstkassanum maður? Það var svo fyndið. Ég sagði þess að sögum daginn að ég lék hana í Zoolander 2 í einhverju svona hópkynlífssenu og þar var Ariana Grande og Susan Sarandon og bara alls konar fólk, Kiefer Sutherland og ég veit ekki hvað, Owen Wilson og ég á einu tímapunkti þá var Ariana Grande á milli brjósta minna og það var bara dásamlegt. Það sem eiginlega var skemmtilegast við það var það akkurat að geta sagt við dætur mínar einhvern veginn setna bara, já, Ariana Grande, já, ég veit hana og bara, býttu hvað? Ég lék í hópkynlífsinu frábært. Mjög góð. Hvort það skemmtilega að vinna með Adam Sandler eða Pétur Jóhanni? Erfið. Þessir erfið. Þeir eru harðir rittarnir. Þeir eru margt líka þessir 2 menn. Já, þá meina ég að þú veist, þeir eru báðir svo góða sálir, þeir eru bara svo gott fólk. Báðir einhvern veginn svo örlátir á sig, þú veist, Adam Sandler bara sko ógeðslega góður við alla sem hann hittir og Pétur svo sömuleiðis. Þannig ég ætla að segja að ég get ekki valið á milli þeirra. Mér finnst þeir báðir svo góða manneskjur, ég ætla að segja báðir. Já, það er leiði líka. Þessi tvíþætt, hvaða gigg hefur borgað stærsta sérinn og hvað var fyrsta giggið þar sem að þú sást tölun á því svimaði? Kannski með á ég held að ég sé ekki á þessum stað. Þið svimar ekki. Já, þú veist, ég það sem ég ætla að segja er að það kemur manni stundum á óvart hvaða gigg borgar mest. Og þá meina ég við getum sagt það að mörguleiti. Stundum leikum maður í einhverju þar sem maður fær lítið borgað en sem slær algjörlega í gegn. Svolítið eins og bara viral vídeó, skilurðu. Þú gerir eitthvað með vinuðinum, það tók því 2 mínútur og svo allt í einu bara 15 miljón manns búin að horfa á það og þú ert allt í einu búin á 40.000 followers á Instagram eða eitthvað þannig, skiljiði. Það gerist öðru hverju.
Sko, hér á Íslandi því miður ekki svona höfundaréttakerfi en það í Ameríku til dæmis og þar við til dæmis lent í að fá mjög lítið borgað fyrir verkefni en að því að það slæri í gegn að þá fæ ég miklu meira borgað eftir á. Þannig að, þú veist, ég ekki True Detective en season 1 á True Detective og þá vissi engi hver ég var og ég var í 2 senum í einum þætti og ég fekk ekki vel borgað og ég man ekki hvort ég þurfti að borga flugi sjálfur eða eitthvað. Sorry, með Matthew McConaughey og Woody Harrelson. Ég er búin að glemja Geðveik serías. Bara, þú veist, og var ógeðslega gaman að taka þátt í henni en þú veist, það var alveg smá höfverkur og ég átti engan pening og ég þurfti að borga flug og það var alls konar. En af því að hún slók svo mikið í gegn að, sko, ég hef ekki fengið einhverja að rísa upphæðurinn á reikningi minn en ef að maður tekur allt saman þá að lokum myndi ég vera bara, wow, þetta nú bara með betri launaseðlum sem ég fengi fyrir þess að 3 daga í New Orleans eða hvað það var. Skiljið, þannig að hlutirnir eru oft afstæðir að því leiti að, þú veist, minna Meg var miklu, sko, það var bara, við vorum að gera $150 million bíómynd og ég man alltaf að Lorenzo de Bonaventura sem stærsti pródusent í Hollywood, ég fór á frumsýningunni í LA, hitt hann á barnum og sagði eitthvað svona við hann, já, bara til hamingju með myndina og þú veist, og hvað heldur þú veist, hvað heldur hún gerir helgina, það það sem þetta snýst og hann sagði eitthvað svona, ég held hún fær kannski 11 og Jason Statham rosa bjarsinn, hann sagði eitthvað 13 eða 14 og hún tók inn, ég man ekki hvað, 25 milljónir eða eitthvað og þá bara náði hún einhvern veginn hún náði einhverjum takti, þetta var eitthvað svona sumamynd, þetta var eitthvað sem fólk sagði bara, þurfum að horfa á þessu vitleysinu en þar til dæmis, þú veist, þar fekk ég rauninni miklu meira hlutfallslega borgað eftir á að því að hún sló svo mikið í gegn og það finnst mér, það rosa skemmtilegt kerfi, það rosa hvetjandi kerfi að ef þú tekur þátt í einhverju og það nær að vera hittari, þá rosa ánægilegt að fá að njóta þess. Þannig að þú hvetur unga leikara til að semja þannig eða geta það? Já, það hefur ekki verið hefð fyrir því á Íslandi, því miður, bara nema litlu leiti, en já, þú veist, það bara, það skiptir rosa miklu máli og þú veist, já. Svara þetta spurningu. Já, hvort það gerði? Heldur betur. Unna Páll spyr, hvernig kemur næsta sería af Severance? Það góð spurning. Það tók 5 ára að gera 2 seríur. Ég að vona að hún komi út, ég veit það ekki, lok næsta árs. Vonandi, en ég hef ekkert fyrir mér í því raunni. Nei. Þannig ég að gefa Severance annað tækifæri? Ég myndi gera það, en vertu, þú veist, ekki koma heim dauðþreyttur úr vinnunni. Það það sem ég að gera, sko. Já, þú veist, þetta, og ég held að það sé ekki, þú veist, þetta krefst alveg af manni einhvers, skilur. Já, en mér er svo áhugavert, sorry, ég veit að við erum konið fram með tíma, en mér er svo áhugavert þessum með Severance, sko, þú veist, tala stólna og svona, að því að maður hefði haldið þetta væri low budget upp og þetta bara í þessu húsi þarna og en það greinilega ekki þannig. Nei. Ég veit ekki hvað budgetið á hvern þátt, en ég minnir ég hef einhvern veginn leitað á netinu og ég held að þeir að tala $13-14 milljónir á þátt. Auðvitað þú veist, mikið af fræguleikurum í og það kostar peninga af þeim, en þú veist, nei, þú veist, þetta rísa stúdíó í Bronx og svo náttúrulega skotið út allt New York fylki og í New Jersey og, en þú veist, það ótrúlega gaman að sjá að þú veist, og fá að taka þátt í einhverju sem svona mikið lagt í. Það útrúlega gaman. Ernir Arnberg fær senastu spurninguna, ég meina bónus og sleppur bara hraðspurningum í dag. Og það ekki vegna þess að Darri óþrifuldur eins og það heyrið, hann sulturslækur, við bara vorum búin að og við erum með norða okkar. Sko, Ernir Arnberg spyr annars vegar, hvernig á maður að undirbúa sig fyrir pröfur? Góð? Mjög góð spurning. Undirbúa sig, sko, auðvitað bara finnst mér að maður alltaf að læra textan. Það ekki alltaf krafa það og sérstaklega í seinni tíð þá hafa menn hætt þessari kröfu en ég hef ekki ennþá séð leikara í pröfu halda á handritinu og ég hef heitlast af leikans. Nei, ég myndi segja bara að læra textanir númer 1, 2 og 3. Svo bara passa að þegar þú ert að gera self-tape, passa bara að ljósið sér sæmilegt, að myndavélin sýni þig vel,
bara svona basic hlutir að hljóðið sé í lagi, allt það. Ef þú ert að gera pröfu í eigin persónu, bara skemmir ekki að koma vera með góða lykt á sér og koma vel fyrir. Ég trú ekki á það að ef maður að leika heimilislausan mann, að maður að koma og klæða sig upp eða fara í gerfi eins og maður heldur að heimilislaus manneskja myndi líta út eða vera. Ég trú ekki á það. Mér finnst að maður ekki, ef þú ert að leika lækni í pröfu þá þetta ekki að koma í læknaslopp. Það þarf ekki. Svoleiðis hlutir finnst mér ekki virka. Þegar ég hef verið setið hinum megin í herberginu. Ég myndi bara segja undirbúningur og bara koma meira og minna sem maður sjálfur, ekki vera að reyna að selja eitthvað sem einhvern pakka sem ekki til staðar, af því að ef að ég sé í þér potential, þá get ég alltaf með þér, þá getum við unnið saman í því að segja, herru, það væri gaman að þetta væri meira svona hinsegil, skilur, þannig að það ekki gott að koma á einhvern veginn að vera reyna að selja einhverja vörur sem önnur en þú. Mjög vel svar. Já, mjög gott. Ef maður sést með einhverja lokaspurningin? Nei, mér fann, sko, eitt rátur ungar leikara var lokaspurningin og hann eiginlega kom með það. Sammála því. Þannig að Ólafur Darri, eða Darri eins og ég kalla núna, félagið minn í dag, takk fyrir komuna og allir að horfa á Reykjavík Fusion og fylgjast með Darra, það gera góða. Takk innilega fyrir að fá mig í heimsókn og gaman eitt. Já, sömuleiðis, takk fyrir.